Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði. Alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu. Það eru svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Freddy Krueger, Yes. Nightmare on Elm Street, Jökull og Pétur. Já. Við tókum upp Jason þátt Já. í síðsliðin október. Þá fórum við alla Freddy myndirnar og það var alltaf planið að gera sér þáttur Freddy Krueger, sér fyrir Jason, ég ætla ekki að gera Child's Play og Michael Myers, alla þessa legends í horrorgeranum. En þið eru mest fyrir Jason, eða ekki? Ef ég maður rétt. Var það ekki svo ykkar gaur? Ég myndi segja það sko, alveg klálega. Svolítið, já, það svona, þeir eru mjög nálægt hjá mér, sko. Já, Freddy líka, það Freddy og Jason. Það svona Freddy og Jason hjá mér, sko. Ég veit ekki, þetta svona svipa á Beatlarnir versus Rolling Stones, þú veist, ég fíla báða, en þeir eru báða mjög öðrísi og mjög skemmtilega á sinni einn hátt. Ok, þannig að þú fíla báða. Ég skemmti mér svo vel þegar við tókum Friday. Ég hugsaði mér þegar ég var búin að ákveða, nú ætla ég að negla niður Freddy Krueger þátt. Þá var ég að heyra í Jökli og Pétri. Það kom ekki annað til greina. Og ég var spennt að rifja upp þessu myndir. Það var svo langt síðan ég séð flestar af þeim. Ég held að mundi rosa vel eftir fyrstu myndinni, mundi þokkalega vel eftir New Nightmare, ég sá hann ofta sem tíma, og Freddy og Jason, við ætla að coverum hana vel í okkar síðast þætti. Ég var svo spenntur svona, svolítið síðan ég sá Dream Warriors og númer 2 og var ekki 4, svo var ég alltaf svona að rifja upp, var ekki 4 og 5, ok, þær voru ekkit svakalega góðar. Minnur að myndin eftir það, 7. hafi verið fín og eitthvað svona, ég var að velta fyrir mér alls konar pælingum. Þannig ég sambandi við ykkur og þið bara, já, við erum til að taka upp þátt og ég ákvað að hlífa Hödda í þetta skil. Greiði ekki að Þannig hann horfði allar frætimyndirnar og ennþá að hjálpa sig. Já, akkurat, til það verið svona náðaverk að gera það. Þannig bara, ég ætla ekki að láta hann horfa allar nætumyndirnar. En alltaf, ég byrja að preppa þáttinn og bara svona stutt, við munum fara aðeins yfir síðan myndirnar út í þessum þætti. Og svo þegar ég byrja að horfa, þá bara fatta ég, Jesus, þetta hræðilegt. Ég er ekki að byrja þetta á neikvæðum nótum, ég er bara að vera að reynskilin. Af því að þetta var svolítið fyndið. Ég sá fyrir mig bara, vá, nú erum við að fara að fagna svolítið Freddy, af því ég fíla Freddy Krueger karakterinn. Og mér finnst Nightmare fyrsta mjög góð og allt það. En þetta ekki góð sería. Hvað segir þið, strákar? Pétur? Nei, já, ég er bara sammálaðið, sko. Algjörlega. Og þú veist, það eru ákveðin svona alltaf, þú veist, góð moment í þessari seríu. Þú veist, alltaf fyrsta myndin klassík og það eru svona 2 kannski viðbót sem eru, ég myndi segja að vera skemmtilega myndir, sko. En þetta alveg, og það rennur alveg saman hjá mann alltaf í myndinu, sko, þannig að nokkra sko, þannig að þetta bara algjör sleip ykkur neginn sko en eins og ég, margt sem Freddy karakterinn skemmtilegur og tónlistastefið alveg klassískt og margt sem svona margar senur sem eru eftirminnilegar. Þú veist, þó með ég kannski stundum með að staðsetja í hvaða mynd það var aftur eða hvaða pointi í þeirri mynd og þannig. Og þetta líka sería sem maður sér svo vel sko, maður sér þetta líka í einmitt Friday the 13th en maður sér það svo vel hérna að þeir eru alltaf bara að búa þetta til á meðan þeir eru að gera þetta. Það engin einhvern heil brú og hérna, maður horfir á bara karakterinn Freddy, af hverju, hvert hans mótíf og svona, þetta alltaf bara breytist þetta hverju mynd, sko, náðast. Það svolítið, já, það rosalega mikið lore í kringum þetta, samt þetta bara, þetta svolítið út allt, það eru 3 myndir sem ég finnst alveg frábærar og svo restin svona, það einhvern veginn saman eins og þú segir, En Jökull, myndir þú segja, frá heildin liti, þetta eru 9 myndir. Er þetta góð sería?
þetta skemmtileg sería? Mér finnst þetta mjög skemmtileg sería og þú veist, það í rauninni bara sko, eins og ég segi, það eru 3 sem ég horfi mjög oft á. Ok. Svo... Viltu koma með þær núna? Ég var að koma með þær núna? Já, bara på tjóki. Ok. Þessar 3 sem þú segir að séu góðar eða svona, yfir meðalagi kannski. Mínum mati, 1, 2 og 3, þú veist. Það er 1, 2 og 3? Já. Ok. 3 er uppáldið mitt. Já, hjá mörgum er það Dream Warriors er bara, finnst mér alveg bara frábær, bara svona fullkomin blanda af svona grín og hrylling. Ok, förum betur en hana eftir. Það er 1, 2 og 3. Já. Og, þú veist, og 1 er svona í öðru sæti. Og ég er, þú veist, það er rosalega svona splitt skoðanir á, 2. Ég hef alltaf elskað hana. Ok. Ok, það er 1 og 3. Ok. Restin, sorry, Pétur, hann spyr þig út í þessar 3. Restin sérst jökull, ekkert sérstakt. Sko, ég nefndi það ára við byrjum að taka upp. Það var ein mynd sem ég finnst vera betri en ég man. Ok. Það er 4, Dream Master. Það eru Ok. element í þessari mynd sem ég fannst mjög skemmtilegar. Ok. Já. Þetta er rosalega kjánaleg mynd og það er það sem að gera hana svo skemmtilega. Hún er svo kjánaleg. Og þarna eru þeir eitthvað svona að reyna að höfða til MTV kynnslóðarinnar, þú veist, Freddy með sólgleru, það er sjarmurinn við þessa mynd, er bara hvað hún er kjánaleg, hvað þeir eru að reyna að vera eitthvað svona hipp og cool og eitthvað með Freddy og láta rappa og eitthvað svona. Ok, Pétur, hjá þér. Þú sagði líka fyrir þáttinn, það eru svona 3 myndir sem svona, fyrst svona nokkuð góðar. Einmitt. Hvað er að tala um? Er það söm og... Nei, það er næstu því eins. Það er sko 1 og 3. Ég er bara saman við 3 er alveg, hún er kannski svona uppáhalds, þó að 1 sé kannski best, ef maður orðað þannig. En það sem væri mín þriðarsæti, það er sko New Nightmare. Já, þar eru við sammála. Einmitt, okay. Já. Þar eru við sammála. Sanngjarnt. New Nightmare er frábær. Ég elskar New Nightmare. Ok, ég ætla að taka líka fram, þið sem eru að hlusta að horfa þennan þátt og hafi kannski ekki séð allan Nightmare on Elm Street. Nei. Við munum gera okkar svona besta til að leiða fólk svona í gegnum þessa seríu, eins og við gerum með Friday-seríuna. Þannig að þið geta alveg hlusta á hana þátt og þessu ekki búin að horfa allar þessar myndir. Sorry, ég var að segja eitt. Eftir sem maður eldist og maður er svona kvikmyndaáhugamaður. Og sérstaklega maður er orðinn faðir og maður er með takmarkaðan tíma. Þá fer maður svolítið svona að hugsa, og ég gerði það nú í kjölfarið að horfa á þessar myndir. Þá ferðu kannski að hugsa, já, ég hugsi að horfa aldrei aftur þessar myndir. Á ævinni. Þannig að ég var að reyða þessa seríu. Ég mun að sjálfsögðu sína mínum strákum einhvern tímann eins og með fyrstu myndina. Klálega, klassísk mynd. Klassík. Og þessi karakter er náttúrulega bara klassískur og hann mun örugglega lifa góðu lífi það sem eftir er bara. Restin, jú, eins og kannski þessar 3 myndir, já. En eins og Dream Child og Freddy's Dead, þeir þurfa bara að horfa það sjálfur. Ég er ekki bara að horfa aftur á þær myndir. Ég horfði á Freddy's Dead réttar um komingað. Ok, það er 7. myndin. Já, bara meðan ég var að elda kvöldmat, ég var bara með hann á iPadinum og var með playback-speedi bara á 1,5. Já, ok. Ok, ræðum það betur eftir. Já. Áður en fyrir að henda okkur í þetta, þá er líka að benda fólki á að horfa á heimildamynd sem heitir Never Sleep Again. Já. Það var að covera allar þessar myndir nema endurgerðina. Já, við munum aðeins tala um hana líka sem kom út 2010. Jökull dæsir bara munum að sjálfsögur ræða hana líka með. En þessi heimildmynd er alveg tæpi 4 klukkutímar og fara allar þessar myndir. Mjög skemmtilega. Ég held þetta sé sama krú og gerði Friday heimildmyndina. Crystal Lake Memories. Já, ég held það. Gott ef ekki. Þetta er alltaf svona mjög svipuð formúla, þannig að mér finnst það líklegt og bara viðtöluleikara og er að fara yfir þetta allt og mjög vöndu mynd, sko. Þetta er ógeðslega skemmtileg heimildamynd. Ég sé hana nokkur sem, ég náði ekki að horfa á hana alla til að preppa fyrir þennan þátt, en ég alveg oft sett þetta bara í bakgrunn, bara heima það, meðan ég er dundum með eitthvað annað. Mér finnst hún betur en serían. Svolítið, já. Þetta er mér hún geggjuð, heimildamyndin. Þetta er algjörlega bara, ef þú ert aðdáandi Freddy, sko, horfa á þessa. Hygglaust. Ok, Freddy Krueger, þessi karakter, á hann fyrir að kafa þessar myndir. Hvað þýðir það fyrir ykkur? Mér skal að spyrja fólk að þessu þegar maður tala um svona iconic karaktera. Pétur, Freddy Krueger, hvað er á að tala um? Manstu þú sást hann fyrst? Já, ég man alveg nákvæmlega hvað ég sá hann fyrst. Það var í sko vídeolegu, þar sem ég fór átt að leiði vídeospólur og þar var svona sko
hvað heitir svona pinball-vél vá, mér rámar það líka einmitt, og þar var sko Freddy Krueger mynd sko, það var þemað í þessari vél sko. Mér rámar eitthvað í nákvæmlega. En var þetta tengt ákveðni mynd? Var þetta Dreamworks? Sko ég náttúrulega man það ekki, ég var svo lítill sko, en ég man bara alltaf eftir því að maður sá hann gauð sko, og maður hugsaði bara, ok, þetta eitthvað sem ber að varast sko. Já, hver þetta? Þetta einhver hræðilegur gauð sko. Hversu oft segir vélinn bitch? Þannig að það því fyrstu kynni, þú sérði mynd þá að Freddy á þessum kassa. Og svo var þetta alltaf bara eins og þið munið í den sko, þegar maður var með þessa vídeolur, maður var átt að skoða hulstur og maður sá einhverja myndir og svona, þess að þá hafði alveg áhrif á maður manið það eftir fullt af hulsturum sko. Alls 100% sammála. Og maður er stundum í sendi líka verið að leita, það var hérna hulstur sem sá, bara ætli ekki þið fundi myndina. Hulstrið fyrir til dæmis Dreammaster, það var svona mitt fyrsta kynni og það er líka bara enn í dag finnst mér þetta bara flottasta hulstrið að mínum mati, þú veist, miklu flottar en myndin sjálf, sko. Já. Einmitt. Já, og svo fer náttúrulega, eins og þetta var alltaf, svo fer maður að spjalla við ykkur skólafélag, þegar maður er bara 7-8 ára og eitthvað svona, og allir með sína kenningar allt og þykja, frændi minn sá þessa mynd og hann vissi þetta, eitthvað svona. Þannig að þetta var svona byggðist upp, sko, sem eitthvað svona, þess að maður vissi okkur, þetta er eitthvað sem maður þarf að kynna, sko. Svakalegt. Já, eitthvað svakalegt, sko. Þetta var náttúrulega... Og maður er búin að heyra að ef maður horfði á myndina getur maður ekki sofið nóttina og eitthvað svona. Ég var með mjög svipað, ég upplifði Freddy á mjög svipaðan hátt, sko. Það var, þú veist, eldri frændin búin að sjá allar myndina og eru svona að lýsa þeim fyrir þér og svona. Og í hausnum er þetta miklu verra heldur þetta í rauninni er. Einmitt. Svo loksins horfði ég á fyrstu myndina þegar ég var 12 ára. Já. Og jú, mér fannst það mjög skeri. Þú veist, allavega, það voru nokkru senur sem að bara ennþá bara standa upp. Virka. Virka. Standa fyrir sínu. En já, ég man bara þegar ég byrjaði að horfa á hryllingsmyndir, ég held alltaf að þær væru miklu svona meira brútal heldur en þær í rauninu voru. Já, miklu hryllilegri. Já, bara að horfa á VHS-coverinn. Maður búin að byggja þetta upp bara í huganum, nákvæmlega. Og þá horfði ég svo á fyrstu myndina og hugsa bara í fyrsta leið bara, djúðar í morbid badmaður. Kynarri, ég slemtu ég held að En finnstu, mín kynni svolítið söpum. Ég einhvern veginn vissi af þessum karakter alltaf áður en ég sá myndirnar. Og eins og mínu heimili, ég oft nefndi til podcastum, pabbi var svolítið duglegur að kynna mér fyrir bíómyndum, hann er svo mikil kvikmyndaámaður, en hann þolir ekki hryllingsmyndir. Sérst, hann finnst það ekki skemmtilegar. Þannig að ég kynnist þeim svolítið sjálfur, því ég er hún úlingur. En eins og þú, Pétur, þá sá ég þetta og þú, Jökull, á vídeolögum. Og af öllum coverum, svona bíómyndacoverum, þá eru Nightmare on Elm Street, það eru þær og Hellraiser. Það bara brent í mitt minni. Bara því ég var krakki, bara hvað er þetta? Þetta er rosalegt, maður. Hann alltaf með þessa hnífa fyrir putta og eitthvað. Og allir brendur og allt þetta. Já, einmitt. Og eins og coverum voru auðvitað, eins og Freddy's Dead coverið, þá hann eitthvað gegnum einhvern veginn hulstrið og ógíslegt andlitið. Man alltaf eftir bakliðinni. Bara að sjá coverið lifna við hérna. Já, við leikja með. Man alltaf eftir bakliðinni á því coveri. Það sem er mynd af Freddy, þar sem hann er búin að skera á sig puttan og það er eitthvað grænt að koma upp sko. Var það aftan á? Það var aftan á. Á Freddy's Dead? Já. Ok. Og sem barn, þá auðvitað var bara, shit, þetta er alveg svakalegt. Þannig ég veit bara Freddy Krueger og Pinhead voru svona mínir sérstaklega bara út frá coverun að dæma og ég maður því á krakki, ég hugsaði mér, ég get aldrei hort að þetta. Ég mun aldrei geta séð þessar myndir. Svo þegar ég séð þetta sem úlingu þá náttúrulega, já, þetta er kannski ekki alveg að hryllilegt og maður búin að búa til í hausnum, sko. Og þetta er auðvitað svolítið eins með eins og Jason, sko, þess að maður þekkti þetta lúk löngar maður sá myndina, sko, en hann alltaf, það kannski kallaði ekki fram sömu viðbrögð, sko, þetta er svo mikið svona hryllingsmynda dæmi, sko. Já, því að ég meina Freddy er alltaf brunnin í andlitinu og Jason auðvitað með þessa grímu, eins og ég mínum til ekki líka með sem er Hellraiser, Pinhead er alveg... Já, ég man eftir þessu líka, með naglana naglaði hausnum, maður er bara, Jesus, ég get aldrei séð þetta, maður. Já, það voru sko 3 cover sem að hrættu mig, það var Freddy's Dead, held ég, það var Pinhead og Chucky. Með hérna... Já, Chapter 2! Já, maður var eftir þessu líka einmitt. Þessar myndir iconic. Já. Ok, við förum að kýla á þetta. Wes Craven, hann skapar þetta. Býr til Nightmare on Elm Street inn í fyrstu myndina og stór ástæður vil ekki líka gera þetta núna er að hún fagnar 40 ára afmæli, kom út 84.
Hann kynni til söguna Freddy Krueger sem var síðan, náttúrulega eins og við tala iconic karakter ásamt þessum stóru nöfnum, Michael Myers og Jason. Pétur, þetta góð mynd? Þetta góð mynd og hún stendst alveg tímastönn. Það alveg bara þannig. Langt sér þú sást hann og náður að rifja hann upp fyrir þáttinn? Eða þú sjá hann það oft? Já, ég sé hana bara ótrúlega oft, sko. Bara einmitt. Og Wes Craven þetta bara einn af bestu leikstjórum hryllingsmynda. Bara og náttúrulega margar mjög góða myndir og svona sem hafa sett sitt mark á kvikmyndasöguna, sko. Og þessi klárlega einn af þeim og þetta náttúrulega ef við tölum að þessum svona ytri aðstæður og svona það þetta þessi mynd eins og allar Nightmare myndina mjög svona 80s myndir. Maður alveg bara, þetta ef einhver myndi segja mér bara hvaða sería lýsir 80s, þá myndi ég segja bara horfa á Nightmare, sko, í rauninni, af því að þó þessi líka fleiri myndir til, sko, en þessi einhvern veginn fangar það svo vel. Og þetta cool hugmynd. Algjörlega. Og það sem cool í fyrstu myndina það ekki það mikið verið að útskýra hana. Hugmyndin verður alltaf verri því meira spytir sem hún útskýr, sko. Og með hennan flotta karakter og já, svona einfalda sit-up. Þannig að hann fekk náttúrulega innblásturinn úr sönnum atburðum, hann Wes Craven. Já. Og sem mjög áhugavert. Mjög áhugavert, sko. Og hann sem leikstjóri var rosa mikið svona, hann spottaði svona hluti í kringu sig, las dagblöð, las rannsóknir, sálfræðirannsóknir, hann gerði alls svona hluti til þess að fá innblástur og þarna fann hann einhverja fréttir fólk einhverjum menn sem hefur dáið í martröð og eitthvað fólk sem hafði ekki og reyndi að sofna ekki. Já, nákvæmlega, vildi ekki sofna eða var hrætt að deyja og eitthvað svona, sko. Fundust eins og kaffivélar inn í skáp og eitthvað, svo við komum að reynda að halda sér vakandi. Já, svo dóður í svefni og fjölskyldar sögðu að þeir hafi öskrað í svefni áraði dóður. Já. Þá fyrir hann alltaf ímyndið sér, vá, er eitthvað eldaði í draumnum. Akkurat, og það náttúrulega þessi hugmynd, bara ef hann kemur í martröðinu og ef þú deyrið í draumnum, þá deyrið í alvörunni. Þetta er náttúrulega svo skemmtileg hugmynd líka af því að á þessu tímabili þá er það bara slashers. Það bara, þú veist, með Jason myndinar, með Michael Myers og bara fullt af svona B-hryllingsmyndum. Prom Night, með Bloody Valentine, þessi myndir. Og þarna tekur hann þetta element og setur fantasíu í það líka. Já, af því að Freddy auðvitað dáinn, en hann lifir hann í þessum draumaheimi og er að eldast við krakkan á Elm Street. Mér finnst líka þessi titill A Nightmare on Elm Street, mér finnst hann geðveikur. Hann það, geggjað titill og eins og ég bara sjá eins og þessa mynd hérna sem að skjánum hér, maður fær bara svona stefið í hugan, sko. Það nákvæmlega, sko. Og líka náttúrulega hann að krakkan á leikvellinum að syngja, sko. Þetta nursery rhyme. Þetta verður svo svona, þetta er allt svo vel heppnað að þessu leiti, að búa til eitthvað svona mýtu, að búa til eitthvað svona legend, sko. Eitthvað svona lore, mythology. Nákvæmlega. Já, þetta er svona, þú veist, fólk sem hefur ekki séð þessa myndir, þau vita samt hver Freddy Krueger er. Já, hann varði náttúrulega bara svona partur af pop culture. Þekktan bara, ég meina foreldrar mínir vita hver Freddy Krueger er. Ég held að aldrei hef ekki séð eina Nightmare mynd. Nei, en þeir voru svona á 9. áratugnum, þú veist, bara, ég myndi segja Freddy, Jason, Michael Myers og Pinhead voru svona universal skrýmslin á þessum tíma. Það er mjög góð. Það er mjög góð líking. Og Freddy auðvitað skers úr allan að þegar kemur að eins og þessi stóri með Jason og Michael Myers og kannski Leatherface, að hann alltaf er lifandi og persóna, hann talar og hann er alltaf leikinn af sama leikara sem hann átti í endurgerinni og og er alltaf, það hefur kostað galla og virkar alltaf rosalega vel eins og í fyrstu myndinni. Svo kannski í seinni myndunum er það svolítið alltaf þegar hann er fann að vera kannski bara svolítið brandari, sko, á tímbili, sko. En þetta er, maður man rosalega og það er svo margar svona senur í fyrstu myndinni sem eru alveg svona, þú veist, maður man alltaf eftir, sko. Hvort það þegar hann kemur í veggnum þegar hann liggur sofandi, sko. Það er geðveikt. Höndin upp í baðkarinu, sko. Ég man samt, sko, það var Vaff-HS-bóla. Ég veit ekki hvort ég sá þetta eitthvað, ég held hún hét bara Boogeyman. Þetta er eitthvað bíómynd? Já, þetta var ekki sem bíómynd, þetta var bara klippur úr þessum myndum. Já, eitthvað svona compilation bara. Já, hét eitthvað American Boogeyman. Og þar sýnaði einmitt sinna það sem hann drepur Tínu.
Já, sem alltaf flott sena maður. Já, ég sá þetta áður en ég sá fyrstu myndina og ég var eiginlega hálfhræddur við að horfa á myndina því ég held hún yrði öll svona. Þegar ég var bara í sjokki þegar ég sá þessa senu. En þetta gekk í sena. Þetta bara þegar hún upp í lofti, ennþá öskrandi og það bara ósýnilegur hnífur að skera hana og þetta bara, þessi sena bara situr ennþá. Algjörlega. Og líka sko senan með hana í framhaldi, þannig að draga hann í hérna líkpókanum og allt þetta, sko, það alveg, ég mani með þetta manni brá alveg í þeim senum, sko. Já, en það líka áhugavert og verður að nefna það, að því að við komum aðeins inn á þetta þegar við gerum Friday. Núlega Cinema, sem alltaf tóku massa sjens seinna síðan, alltaf gerða það líka með Nightmare, með Lord of the Rings, alltaf eru svaka fræðasta dæmi. Þeir taka líka síðan svo Nightmare. Já. 84 og það Bob Shea, mér er svolítið kúlinga, það sami gæi sem tekur sénsinn á Nightmare og tekur síðan sénsinn með Lord of the Rings og svo alltaf tengist það meira þess að smá sko, vegna þess að hann fekk náttúrulega Peter Jackson til þess að skrifa sko, uppkasta handrituna af Freddy's Dead var það sjötta myndin sem þau notuðu svo reyndar ekki sko. En hann var með ágætt sjúmyndir. Já, ég er enda þekki það ekki, en það er alltaf, ég get alveg ímyndið með það, hann hefur með betri hugmyndir en enduð í myndinni, en alltaf Já, smá tenging. Það er svona, smá tenging einmitt, og það er alltaf rétt einmitt, New Line Cinema sem fyrirtæki, kvikmyndafyrirtæki, það er byggt upp af þessari seríu. The House That Freddy Built. Já, og fyrirtæki að bara kalla það, The House That Freddy Built. Þetta var alltaf bara dreifingafyrirtæki fyrst. Já, voru ekki að gera bara eitthvað svona low budget. Já, þeir voru að sína Reefer Madness í bíóhúsum og svona. Já, einmitt. Þetta var svolítið svona þeirra stærsta projekt og hefði getað farið í ýmsar áttir, en þetta sló náttúrulega bara í gegn. Það var rosa vinsæl mynd og það er oft talað að, eins og þú segir, að slasher-myndina voru svo stórar og miklar á þessu tíma, en það hefði svona verið byrjar að koma í smá svona deyfð þegar að Nightmare kemur og vekur þetta aftur upp, sko. Það komið svona twist á þetta. Já. Þetta var eins og ég vil tala um fantasíin í þetta og þetta er svona aðeins meira twist á þetta og þarna líka, þú ert ekki óhultur, þú ert sofandi. Þegar þið dreymir, þá ert ekki óhultur, Freddy getur komið og fundið þið þar. Og það hefði náttúrulega mikil áhrif á aðra myndir, eins og við höfum oft talað tölum síðast með Jason, að þegar setti myndina þeirri sér, þá var alltaf að reyna að vera svona að koma með einhver element úr Nightmare on Elm Street þangað inn. Hvað við látum stelpuna að vera karri og hvað við fá meiri tæknibrellur, eitthvað svona. Eftir 50 myndina þá byrja þeir að gera Jason meira supernatural. Já, algjörlega. Ég er bara hlæðið að gana þessu. En eins og með það mitt, núlega tekur hann séns, gerir þessa mynd og talar hún var rosalega vinsæl, svo úr var náttúrulega franchise, við ætlum að gera fleiri. Söguþráðan í fyrstu myndinni er rosalega einfaldur. Þú veist með hann gæja, Freddy Krueger, sem er barnamorðingi. Það er tekið fram í myndinni morðingi, það er ekki að tala um þessi barnanýðingur. Nei. Hann átti að vera það fyrst. Já, svo bara einhvern veginn bökkur aðeins með það. Það kom eitthvað upp á. Já, það var eitthvað í gangi. Stórt mál. Já, í Kaliforníu akkurat á þeim tíma og verkskræfin vildi ekki að fólk held að hann væri bara að reyna að græða peninga á þessu. Já, einmitt. Þannig að það er svona aðeins breytir þessu. Ég man að þú sagði þetta komment síðast, við vorum að tala um hérna Friday the 13th myndina, bara, er það eitthvað skárra að sé bara, já, ok, hann er bara barnamorðingi, þú veist. Hann er barnamorðingur, það er hræðilegt, ok, hann er bara barnamorðingi, já, ok, það er eitthvað. Hann sérst er þessi barnamorðingi, foreldra barnana, sérst í hversu hverfi, elta hann uppi, drepa hann, og svo er hann að hefna sín á þeirra krökkum í rauninni seinna. Í martrjónum þeirra. Það er basically svolítið svona sögurþráðurinn og aðal stelpan í þessar mynd er náttúrulega Nancy sem hefði Langenkamp leikur í og svo er bara hennar vinir. En þetta er svona basic sögurþráðurinn og svona pappirinn var svona einfalt, en ég man sérstaklega ég var úlingur og mér fannst einhvern veginn þess að það væri svona merkilegri mynd heldur til þess Halloween eða Friday the 13th. Af því að hann með að búa til áhugaverða sögu. Já. Myndið taka undir það, þegar, eins og tala um þetta er kannski ekki svona basic slashermynd. Já, þetta, já, eins og ég sagði það annað, þú veist, þetta var bara öðruvísi take á það sem var nú þegar vinsælt, það bara, þú veist, í hvað átt getum við farið með þetta. Og já, að gera Freddy að einhverjum svona supernatural skrimsli var bara einhvern veginn næsta skrefið. Og ég meina, útlitið á honum er líka, þetta er okkur flott hönn. Þetta er satt svo fyndið hvernig þeir
Hvað mér fyndi, hvernig enda þessar hönnur, það? Já, að gæðin sem hannaði útlitið var að borða pepperoni pizza. Já, þú andildans í rauninni. Já, og mótilaði andildi á Freddy eftir pepperoni pizza. Já, tók ostinn og færa hann eitthvað til. En þú veist, ef við blöndum þessu saman, þú veist, þá með hattinn, græna og rauða peysan, brunnin í framan og meðan hann hanska. Þetta er ógeðslega cool. Já, þetta er mjög flott. Mér er bara hvernig hann stendur líka, en svona, Robert Englund saði í viðtali að hann byggða svolítið á svona spaghetti western kúrega. Gunslinger. Já. Og líka því að það er smá þyngd í hanskanum. Hann var að tala þegar sett hann á sig, þá datt svona önnur öxlina þess niður og úr varð bara svona iconic svolítið pósa. Akkurat. Já, og maður sé líka, sko, maður er ekki hræddur við hann að því hann er svo stór og mikill, sko. Þetta er svona þessi önnu nálgun einmitt, en var oft með svona morðingi í þessu myndum, sko. En er ekki líka svolítið áhugavert að þið eru með hann að gæja, Freddy Krueger, ólíkt kannski Jason, maður getur kannski fundið smá til með honum að einhverju leyti. Já. En Freddy er bara ógeðslu. Já. Þetta er rosa, og þetta er einmitt, eins og segir, þetta er mjög myrk baksaga, er rauninni. Mjög. Þú getur ekkert farið á mikið myrkari staði með karakter, en svo verður hann bara þessi pop culture fígur, mér finnst það rosalega áhugavert. Með one-linera. Já, við tölum samt líka þetta síðast að með Friday-myndina þá héldum við svolítið með Jason. Já. Í þessari mynd, þú veist, Freddy það er rosalega gaman að horfa á hann segja one-linerna sína, en ég held samt svolítið meira með karakterunum. Í öllum? Í svona flestum. Já. Það snýst aðeins við í seinni hlutunum myndi ég segja, þá er þetta að fara að vera svona þannig að meira slapstick líka bara. Já, myndin er fann að vera meira í sjáu hvernig Freddy ætlar að drepa þennan, sko, eðist. En það er það sem að þessi sería aðskilur aðra svona slashera, eins og með Jason myndinar, eins mikið og ég elska allir karakterana í þessum myndum renna einhvern veginn sama sem eitt, þú veist, en það eru miklu eftirminnilegri persónur í þessum myndum. Já, og þetta er líka einn skýringin því getur líka verið svo að þetta er náttúrulega rosa flotti leikarar sem að koma fyrir í þessum myndum. Johnny Depp. Það er náttúrulega kannski fræða þessa dæmi og maður man mjög vel eftir honum, en það er fullt af öðrum, Lawrence Fishburne er í nummer 3. Já, Larry Fishburne er svo. Já, akkurat. Patricia Arquette er nummer 3 líka og og bara alls konar, það er margir svona leikara sem maður hefur svo séð í mörgum öðrum myndum, sko. Já, og líka bara hvernig þessar personur eru skrifaðar, svona, þú þekkir þau alveg miklu betri í sundur heldur en svona aðrir. Ég sammála því. Já. Einmitt eins og með koma því eftir þessu nummer 2, vinnan heitir Jesse, karakterinn. Maður finnur aðeins meira til með honum kannski heldur en einhverjum standard úling í einhverju Friday-mynd. Já, akkurat. En Robert Englund, hann leikur einmitt Freddy. Við erum búin að leika hann alltaf fyrir utan í endurgerðinni. Jackie Earle Haley sem leikur hann þar. Hversu mikilvægur er Robert Englund? Hann er Freddy, sko. Það er bara, kemur ekkert annað til greina og elsku Jackie Earle Haley, hann reyndi, hann gerði sitt besta og hann stóð sér mjög vel, en það bara, vandamálið er bara, þeir reyndi að gera þetta í seinni myndinni, að fá annan leikara. Já, í nummer 2. Í nummer 2. Já. Og það var bara ekki séns. Hann var ekki að ná þessu sama elementi og Robert Englund, af því hann einhvern veginn svona gerði Freddy að sín eigið og Hann gerði þetta karakter. Já. Þú veist ég gæti aldrei ímynda mér neitt annan að leika Freddy. En þú, Pétur? Nei, ég tek undir það, sko. Þetta er náttúrulega algjörlega Robert Englund og rauninni ætti hann sérstaklega náttúrulega þegar líður að sérna alltaf að vera titlað sem fyrsti leikari, sko, því að hann náttúrulega gerir þessa myndi, sko. Já. Þeir getur hún ekki, þú eins og segir ykkur, þeir prófuðu það, þeir réðu annan leikara. Þeir gerðu það. Í nummer 2. Þeir hugsa með sér, þetta er bara make-off, við fáum bara einhvern annan gæja. En það er ekkert eins að skipta út einhverju Michael Myers eða Jason Voorhees, eins og við tölum í Friday, það var alltaf koma nýr og nýr leikari, það er stöndgæji til að leika Jason Voorhees. En með Freddy, eins og þú talar um Pétur, hann talar, hann mótar miklu meira, hann er miklu meira lifandi karakter. Þú skiptir þá bara ekkert út. Nei. Fáum bara einhvern annan. Nákvæmlega. Og þeir reyndu það með nummer 2 og það var bara hvernig hann hreyfði sig sem það var bara ekki að virka. Og það var það sem var skemmtilegt til Robert Englund líka, að hann var mjög physical sem Freddy. Og það bara hefur enginn náð einhvern veginn að herma eftir því.
Nei. Nei. En hvernig finnst ykkur Heather Langenkamp í fyrstu myndinni? Bara mjög fín, sko. Mjög bara, já. Hún áreindar að vera svo ung, minni mig, á hún ekki að vera 14 ára eða eitthvað, var ekki þannig? Ég held að vera 15. Hún var tvítuð þegar ég gerði hana. Já. En ég held að ég ætla að vera 15. Einmitt, það er eitthvað svo leið, sko. Ég keypti engan. Nei. Nákvæmlega. Maður gera ekki nálægt í, sko. En jú, hún er alltaf flott, sko, og náttúrulega kemur líka með þetta sem gerir sér seinni hlutanum á myndinni þegar þeir eru búin að fatta tvistið, að þau ná honum inn í raunheima þá geta þau drepið hann. Þegar það breytist í Home Alone í smá stund. Og þá einmitt verður þetta bara Home Alone, sko. Hún fyrir bara að gera gildrur og hana... Ég er alltaf gæðið. Ég líka. Það er mjög skemmtilegt sá partí, sko, myndarinnar. Þetta er einhver fettis hjá Wes Craven, þegar hann gerir þetta líka í Last House on the Left. Já. Myndin endaði þannig að, já, það var bara búið að gera svona booby trap fyrir morningina. Gerði þetta ekki líka í People Under the Stairs? Jú. Finnst þess að það verið referensa þar og þá held ég hann hafi sagt við sjálf sig bara jæja Wes, nú er það komið gott. Nú hætti ég fyrst að gildrur í einhverju húsi. Já. Mér fannst það einmitt mjög skrítin partur af myndinni. Mér fannst það... Af Nightmare. Þegar ég sá hana fyrst. Þú veist, fyrir hlutin var búin að vera svo creepy og rosalega mikið af svona supernatural hlutum í gangi og svo seinni myndin, þú veist, er hún bara með eitthvað bók, eitthvað booby traps for dummies eða eitthvað anti-personnel eitthvað bók þar sem hún að læra eitthvað svona gildrur og svo fyrir að setja upp eitthvað sleggja og það tengist eitthvað við hurðarhúnin eitthvað. Já, ég er samt alveg, ég hef lúmst gaman að því, sko. Algjörlega. Það virkar alveg, sko, en já, mér fannst... Þannig allavega, sko, en já. Mér fannst það mjög skrítið. En svo hefur við þessi mynd, þess að koma að segja hana, hún kynnir henni Johnny Depp. Það kemur bara introducing, þetta er bókstaflega fyrsta myndið hans. Og það kannski er þetta að segja, fyrir mann að segja þetta í dag, því við alltaf þekkjum núna Johnny Depp svo vel, gegnum allan hans feril. En mér finnst þú samt sjálfa, þú horfður á Nightmare, það er eitthvað í þessum gæja, sko. Fatti? Já. Það er eitthvað talent, hann er með eitthvað svona screen presence. Einhvern svona karisma, svolítið. Já, algjörlega. Já, hann átti sko að vera meiri dólgur í þessari mynd. Já, Carthenars, Glenn, já. Glenn átti að vera meiri svona... Með svona jock líka. Og hann approachaði meira bara hann var svo frekar venjulegu pínu viðkvæmur og það bara virkaði. Það var svolítið hressandi að sjá þannig karakter í svona mynd, þú veist, að þeir eru vanalega svona hetjurnar og eitthvað svona. Já, akkurat. Eitthvað sem stærri, eitthvað massari, hann var bara frekar svona lítill og nettu gaur, sko. En hann fær eftirminnilega að dauða. Já, heldur betur. Það sekkur í rúmið og bara blóðbað upp rúminu. En svo gæðlega að sjá allt þetta practical dót, þú veist, hvernig eins og þegar Tína er tekin upp í loftið og það er bara sett og snúa því einhvern veginn við og svo gaf þessu gömlu myndir að menn þurftu að hugsa í lausnum. Það var svo sturlað að sjá hvernig þeir gerðu þá sér. Algjörlega, en það er líka náttúrulega þegar þetta er svona í martröð og svona, þetta er draumamyndir, þá náttúrulega líka opnum svo miklu möguleika, sko. Þá getur maður bara gert alls konar hluti sem að maður, eins og Wes Craven er eitthvað dottið í hug ofta geti verið hræðilegt eða eitthvað svona, en bara aldrei passa inn í mynd. Þannig getur maður eins og bara þegar hún sekkur í tröppunar, eitthvað svona. Þetta er eitthvað sem við höfum öll svona dreym. Já, og hugsað og svona, sko. Þetta eru draumar, það er martraðar, þá getur gert í rauninni það sem þið sýnist. Og það er enda einkennandi svolítið fyrir seríuna að þeir leiðu þessu ofta að hugsa svolítið út fyrir boxi með þetta og stundum virkaði, en stundum virkaði þetta alls ekki. Þegar gaurinn fyrir hann inn í AHA tónlistum umbúðana. Já, þegar hann var AHA-ur. Já. En með fyrstu myndina, ég meina hún endur auðvitað á því að Nancy næra sigrast á Freddy og er svolítið skrítið svona, hann eitthvað svona hverfurinn eitthvað svona... Já, þegar hún segir, ég tek aftur... Já, hún snýr baki hann... Já, hún átti að sá því að ótti hennar nærir hann. Já, hún bara tekur hann tilbaka, þetta er kraftið sem hún hefur gefið honum og hann svona hverfur í eitthvað svona ljós, eitthvað. Þið munið eftir þessu. Já, og það átti náttúrulega bara að vera endurinn. Já, það er endurinn. Svo kemur smá svona í lokin. Já, alveg fáralegur endurinn. Sem að Wes Craven vildi alls ekki gera. Nei, var þetta ekki í stúdíói? Jú, þetta var Bob Shea. Hann vildi gera þetta að kvikmyndaseríu. Wes Craven hafði engan áhuga á því. Og þannig að þetta er alltaf ógeðslega kjánaleg klippa. Ég veit það. Þegar þið taka mömmuna í gegnum hurðina. Það er bara dúkk. Þetta er bara svona... Þetta er bara svona CPR-dúkka eiginlega. Og það er líka einmitt, þegar maður kom staði, þetta var þannig að þeir voru að prófa nokkra enda, þeir tóku upp nokkra mismund út hver endanum og svo endanum var þetta bara svona, hei já,
bara setja það alla saman. Notum það allt saman. Já, og þetta er algjör svona kaos einhvern veginn og maður bara, þegar hún endar maður pínum bara, þetta er svona frábær mynd svo bara, já, hún endar svona. Ég hef gaman að þessum endir samt, sko. Já, það var á sinn hátt, sko, en sérstaklega það maður veit líka söguna bakvæðan, sko. En samt alveg fáralegur einhvern veginn líka, en þess að hann líka, gera einhvern veginn svo lítið úr því sem hún var að gera og Nancy og allt þetta, sko. Það var svo mikið að gefa Bob Shea puttan, sko, með þessa dúkku. Þú veist, þetta var rosalega mikið, ok, fuck it, bara skjóta upp. Það er svo dregin í gennum einhvern glugga á hurðin, ég er svo gaman að þessu. Þetta er fáranlegt, ég er gaman að þessu, svo bítið, þau keyri í burtu. Já, hann verður allt í Nancy. Freddy bíll einhvern veginn. Já, Johnny Depp er komin aftur, Glenn og allt þetta lið. Svo lokast, þetta er svona blæðibíll, svo lokast kemur svona yfir, þá var það í litunum sem að peysans Freddy í, keyri eitthvað í burtu, eitthvað. Það hefði til dæmis, því ég held að það hafi verið uppræðan planið, að hún bara fer í bílinn og allir úrslega líka glatt og bara happy ever after, og svo allt í hennu kemur hérna toppurinn upp og það er Freddy liturinn. Það átti í rauninni bara að vera þetta, sko. Ekki mamman í gennum rúðuna? Nei, ég vildi óska að þið hefði bara sleppt, það var ekki rúðuna. Hann tekur hann og syngir rúðuna. Það hefði ennþá opnað svona fyrir möguleika á framhöldum, bara þessi sena, þú veist. En þá er ég líka að spyrja ykkur direkt, ég mani hvort ég rætti þetta við ykkur í frætiðættinum. Þegar við tölum svona framhaldsmyndir, við talum ekki um svona seríur, sem komin út fyrir, þetta er ekki lengur með bara eina framhaldsmynd eða þríleik, við komum alveg með franchise. Þetta sem ég er rosa mikil Hellraiser-maður, mér finnst fyrsta Hellraiser alveg æðisleg. Og ég vil meina það, ef þeir eru ekki gert neina aðra Hellraiser-mynd, þá held ég að fyrsta fengjanlega aðeins meiri virðingu, mögulega. Hvað haldið þið með Nightmare? Það er þetta að segja náttúrulega til hann í dag, við þekkjum náttúrulega seríuna. Ef þeir eru hægt bara til fyrstu, segjum við líka aðeins fípúsan enda, ekki reynt að búa til eitthvað svona franchise-baiting enda. Haldið hún hefði gleymst eða væri hún sett alltaf á þessa stalla, þessa horrorstalla, hvað haldið? Er hún nógu sterk, myndin? Mér finnst þú það, sko. Já, ég er sammála. Þetta er mynd sem að svona stendur tímarstönn, finnst mér. Er hún sterkar en Friday the 13th til þess fyrsta? Mér finnst það eiginlega, sko. Mér finnst það líka. Hvað segir þú, Pétur? Jú, ég held að það sé rétt. Ég myndi, sem fyrsta svona mynd, þá er hún sterkari. En serían Friday fyrst blir sterkari en þessi sería. Já, veistu það, ef þið spurt með því fyrir bara árið síðan eða eitthvað, þá er ég sagt bara nei, Nightmare-serían er betri. Já. En það sem ég get gefið Nightmare-seríunni var að þeir reyndu alltaf eitthvað nýtt með hverju mynd, sko. Með Friday-myndinar, þetta var oft bara svona sama setupið og þess vegna virkaði þetta. Þú vissir nákvæmlega hvað þú var að fá þegar þú horfðir á Friday-mynd, en með Freddy, sko, þeir voru alltaf að reyna að prófa eitthvað nýtt með hverju mynd og stundu virkaði það, oft virkaði það ekki. Einmitt, og hann má eiga það andan Bob Shea líka, þó hann sé svona líka fyrirtækja kalla og allt þetta, sko, en hann samt treysti einmitt oft ungum leikstjórum. Já. Og treysti svona fólki sem var að koma ferst að borðinu, veist þannig að, og það skilaði svo þetta í mörgum svona áhugaverðum hugmyndum, sko. Og þeir tóku miklu meira áhættu, ég held að það er alveg fullir af það. Já. Svo líka bara, að þess að segja, þetta er business card líka, þeir hafa verið ódýrari. Já, það getur þetta líka. Bara ungir og graðir leikstjórar sem hafa viljað fá vinnu, sko, þú veist það. Eins og þegar að því að Renny Harlin, hann gerir 4. Hann ávist bara, hann hékk bara í núlæn bara lobbyinu, bara ég ætla að fá þetta jobb. Alltaf í sömu fötunum, og ég held með þess að Bob Shea, við minnum að sagt það heimildmyndinni, og hann horfði á Renny Harlin, hann var svo stór og mikill finni, að Bob Shea hugsa með sér, herru, við skum bara ráða hann, þetta er stór gaur, hann var þegar alveg bara hálf drepa sig að gera þessa mynd, og við skum bara ráða hann. Þú veist, maður er bara, já, ok, það er líka pælingin. Já, pródúsendi sagði einmitt í viðtalinu bara, ég vildi ráða bara svo að myndi fara í baðloksins. Það er gaman að þessu. 84 mótilið, fyrsta myndin, hún slæri í gegn. Hún græddi bara slatta. Já. Þannig að þau gera aðra mynd, árið setna, 85 næsta, og það er þá framhald. Þar er ekki Nancy. Nei. Þar er komið nýr aðalkarakter, Jesse. Og sú mynd fjallar rosa mikið um það að Freddy er að reyna að komast inn í okkar veruleika, eða okkar heim, gegnum hennar strák,
og er svona að reyna að fá hann líka, veist, kill for me og eitthvað. Hvernig finnst ykkur þessi mynd? Ég veit, Jökull, þú talar að vera kannski svolítið í upphaldi hér. Já, mér þykir mjög vænt þessa mynd, sko. Af því að þegar ég byrjaði að horfa á þessar myndir, þá horfði ég á þær í réttri röð. Og mér fannst ég ekkert aðinni, þú veist, þegar ég sá hana fyrst. Og ég kostaði bara mörg ára seinna að hún fekk ekki góða dóma þegar hún kom fyrst út. Nei. En þetta, náttúrulega, Wes Craven var alltaf brjálaður yfir þessu að þeir reynda að fá Freddy aftur inn í raunheiminn, af því að þá voru þeir bara að brjóta þessa einu reglu. Freddy drepur þig í draumunum. Og náttúrulega, og Freddy er náttúrulega bara algjör aumingi þegar hann er komin í raunheiminn, þú veist, hann er ekki með það krafta. Nei, það er satt með smá krafta hann, hann er alltaf hverfa og eitthvað, kveiki í runna og eitthvað. Já. Ég er náttúrulega, sko, átturlega aðra sögu, þegar ég horfði á þessa myndir, ég meit svona 14-15 ára eitthvað leis, þá man ég að mér fannst sko mynd nr. 2 algjört sökk sko. Ég var bara að sjá fyrstu myndina fannst hún geggjuð og svo kom nr. 2 og ég var bara þess hvað della er þetta er ekki til. Það er skemmtilegt sko en hérna svo kann ég kannski aðeins betur myndina í dag en hún er svolítið öðruvísi einmitt. Þetta komið svolítið svona possession dæmi eitthvað. Það voru alltaf engar aðra myndir komnar sko. Freddy myndir þannig að þeir voru bara vissu ekkert hvert átt að stefna með hana karakter. Og lúkkið á hann líka er rosalega öðruvísi, hann er svona meira eins og bara djöfull í þessari. Ég fíla lúkkið hans í 2. Ég líka, þessi með rauðu augun og þessi mynd er ennþá alveg mjög creepy. Já. Ég vil líka, ég vil hafa hann, af því að útláðan hefur breyst í genið myndina, ég vil hafa hann svona sem sínast bara blöytur. Já. Svona slæmi og hann er svolítið það eins og í 2. Alltaf í fyrstu 2-3 myndum. Fyrstu 3 ár, já. Ég vil hafa þannig, svo það líður á seríuna. Það var bara ómikið í sólinni, sko. Og þurra einhvern veginn. En nr. 2 mitt reynir svolítið svona öðruvísi hluti og ég hata hann ekkert. Mér finnst hún langt frá því að vera versta myndin. Langt frá því. En það er ógeðslega að fyndi, sko, að því hún er mjög þekkt fyrir, sko, svona ákveðnir samkynhneigðir undirtónar í myndinni. Þetta er nú ekki undirtónar, sko. Nei, en hvað þeir segja. Nei, svo þú hlustar á liðið sem gerði myndina. Það segir allir bara, með þess að handursögundunni, leikstjórn bara, já, ég var ekkert múin að pæla því. Þetta er samt svo mikið kjaftaði. Þeir vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera. Hlýtur að vera. Já, þetta er alveg, sko, þetta er hálf sorgleg saga á bakvið, actually, sko, að því að í Never Sleep Again, þá er ég að tala þetta, ég veist ekki að það var einhver undirtónar og það er þessi womp-womp tónlist í bakgrunum eitthvað, þú veist, bara óslega kjánulegt. En sko, svo kom heimildamynd, alveg mörg ára setna, sem heitir The Scream Queen. Er hún ekki bara frekar nýleg með þessu? Frekar nýleg, Mark Patton. Ég vil að sjá hann, sem leikur aðalst ekki. Já. Hann var bara útskúðar af Hollywood, eftir þessi mynd bara eyðilaði fyrir hans. Hann var bara svona leikari á uppleið. Já. Þessi mynd bara gjörsamlega eyðilaði fyrir hans af því að það var bara, eins og þú veist, umbóðsmaður hans var bara, sagði bara lóksins, heyrðu, þú getur greinilega ekki leikið gagnkynja karaktera, þannig að þú þarft eiginlega bara að vera svona karakterleikari. Já, og David sem skrifaði handritið, hann bara gjörsamlega hendur honum undir rútuna. Ég vissi það ekki. Af því að mörgum árum setna, sko, þú veist, það er til viðtala við hann, þar sem hann játar loksins, jú, það átti að vera svona undirtónar í Nú er það? Hann segir það í einhverju viðtali og segir, en þú veist, það var bara leikar, hann lék hann svo geið, þú veist, En hann er samkynhneigður. Hann er samkynhneigður. En hann var víst ekki komandi skápnum, held ég, þegar hann gerði. Nei, hann var ekki komandi skápnum, en já, ég mæli með að horfa á þessa heimildamynd, þannig að Scream Queen. Ég hafði að horfa á hana fyrir podcastið. Ég var búinn að sjá hana fyrir nokkrum árum, sko, en þetta er rosalega. Já, þú veist, að ég flissaði þegar ég var að horfa á Never Sleep Again, þegar þau voru alltaf, ég veist það ekki, þú veist, og svo horfði ég á þessa heimildum, ég bara, ok, þessi gæri eru allir fáiðar, þú veist, ekki aðeins svona neituðu þetta, þú veist, þeir neituðu þetta fyrst, og svo núna er þessi mynd er farin að fá rosalega mikla viðurkenningu sem bara hinsegin hryllingur eða queer horror. Og þá eru þeir allir núna, jú, við vissum þetta allan tíman, sko. Já, það. Náttúrulega Never Sleep Again, hún er auðvitað núna 14 ára gömul. Eitthvað þannig. Já. Þannig að þeir eru einmitt, já. Ok, áhugavert. Mér finnst þetta áhugavert við með 2. Ég horfa hann alltaf öðruvísi í dag versus því ég var úlingur. Ég bældi ekkert í þessi ég var úlingur. Nei, ég sá þetta var alveg svona Já, einmitt. En þetta er eins og Jökull segir. Undir tónar. Þú veit að það sér maður þetta. Það er svo mikið í henni. Já, hann skrifaði þetta
hann skrifaði þessa undirtóna, þetta var ekkert undirtónar, út af því að þetta var bara, ég sé þetta sem óbein saga ungan samkynhneigðan strák sem svona að reyna að horfa í augu við kynhneigð sína á tíma þar sem að það var bara talin vera dauðadómur að vera samkynhneigður. Já, góða punktur. Að bara, þú veist, það var AIDS bara faraldurinn og hann var full á þessum tíma. Já, og það það sem að þessi David segir loksins og Scream Queen þá ertu svona að kynnast þessum leikara svolítið. Þú veist, hann bara reka einhver litla listabúð í Mexíkó. Nei. Og og þá þessi mynd farin að fá aðeins meira meiri kultstatus og þá hann svona byrjaði svona að embracea það að hann bara Scream Queen og byrjaði að mæta í svona hryllingsmyndaráðstefnur og svona og alveg gjörslega fagna þessu en fyrst, hann eyddi alveg 20 árum bara í að hata þessa mynd og núna hann bara búin að samþykkja þetta og bara mætir á ráðstefnur og svona og heimildamynd fjallar það og líka hann að konfronta handritshöfundin. Þú veist, þeir setja saman og tala þetta. Og hann að handritshöfundin hefur viðurkennt. Já. En hann samkynhneigður? Nei. Veistu það? Hann það ekki. Þetta hann vildi koma með eitthvað spinn á. En þetta svo áhverð líka bara þegar þú segir þetta sko hvernig þetta þess hvað margir leikara, sérstaklega í svona seríum, hafa oft lent í þessu. Þeir bara leika ykkur karakter og svo bara kemur eitthvað svona hatur eða eitthvað svona, mann alltaf starfur svona mjög þekkt dæmi sko. Bæði hann alltaf Anakin Skywalker og Jar Jar sko í Phantom Menace. Já, hann fekk alveg morðhótanir sko. Já, menn þetta og leikur aldrei aftur. Já, einmitt. Man skilur þetta ekki sko. Og hann var bara, þú veist, bara myndir sem hann var í á undan, hann gerði einhverja mynd með sér, þú veist, hann var bara svona á leikara uppleið og þessu leikur Jesse. Já, og þetta átti bara að vera stóra tækifæri hans og þessi mynd bara eyðilagði fyrir hans. Já. Svo eitthvað svo leiðilegt fyrir einmitt, þú veist, ég held að ennþann dag í dag í Hollywood, ef þú ert samkynhneigður, þá áttu helst bara ekkert að tala það. Nei. Átti ekkert að vera, það getur átt áhrif á ferðin, maður bara, Já, og hvernig skiptir þetta? Það var svona það sem umboðsmaðurinn sagði við hann eftir þessa mynd, að hann þyrfti bara hérni frá bara að leika stereotypur, bara, þú veist, bara svona the gay best friend, svona best friend eitthvað, þú veist, og sem hann var náttúrulega bara ekki til í, því að hann vildi vera alvarlegur leikari, og já, það voru einhvern veginn bara allir sem hafa komið að þessari mynd, leikstjórinn og handritshöfundurinn, þeir bara kendu honum Segði bara, nei, þú veist, hann bara lék þetta svo gay. Þú veist, hann var bara að gera það sem handritið sagði hann að gera og það á náttúrulega að vera leikstjóra að segja, þú veist, gætirðu prófa aðeins öðru sér teik, þú veist. Mér fannst hann líka ekkert eitthvað leik þetta gay. Nei. Það svo mikið í þessari mynd sem þetta rekið til handritsins sem einhvers konar samkynhneigðir undirtónar eða bara þetta bara á borði. Að þetta ekkert honum að kenna. Nei. Ég vissi þetta ekki, sko. Nei, það vita þetta ekki margir. Þetta var náttúrulega bara, sko, þessi heimildamynd kom bara nýlega út og... Já, ég sá trailerinn mynd fyrir það, sko, en ég hef ekki séð hana. Hún rosalega góð, sko. Ég þurfti að checka á hana. Og, já, þú veist, náttúrulega bara fullt að eins og ræðan sem heldur greitifinn sinn, þú veist, það eitthvað inn í mér sem reyna að komast út og eitthvað. Já, það rosa mikið, sko. En það gerir myndina samt áhugaverða. Já. Það náttúrulega líka bara þetta final boy. Oftast þú ert að stelpur. Já, það mjög góð punktur. Maður sér það ekki oft í þessum myndum, sko. Nei, ég meina að það líta á þessar 80s hryllismyndir. Hversu oft var gaur eða strákur í svona aðal hlutverkinu sem fórnarlambi. Það var sjaldan, sko. Og einmitt, þannig að þetta mjög athyglisvert, sko. Og hann alltaf eftirminnilegt öskri sem hann tók hana Já, það líka það, sko. Þeir segja hann alltaf í Never Sleep Again, já, þú veist, hann bara öskraði eins og stelpa. Já, en þú ert leikstjórinn, af hverju sagðirðu honum ekki, gætirðu prófað að öskra öðru sig? Já, akkurat. Af því eins og þú segir, það voru kannski ekki undirtónar, það var reynt að... Já. Þetta eitthvað áhært þegar við horfa á í, sko, hvernig hún gerði þessi mynd. AIDS-faraldurinn á fullu og... Og hann með AIDS, sko. Hann með, hann með HIV af leikarinn. Ok. Hann var á lífið, það ekki? Jú, hann á lífið. Hann sérst ekki með AIDS, hann með HIV af. Já. Spyrir við náttúrulega þetta, rækla miklu betur í dag. Það verður hægt að liða með því, sko. En í þessar mynd líka ein lína sem eina af mínum uppáhalds Freddy Krueger línum, sko. Og það þegar hann eitthvað að tala við hann þetta, hann sé að, taka yfir hann og svona, sko.
og svo segir hann eitthvað, við myndum vera svo gott heimi, sko. You got the body and I got the brains. Svo hann að opna bara... Já, það cool make-up. Já, geggja make-up. Mér finnst líka bara svo skemmtilega lína, sko. Svo alltaf frægt atriði í lokin. Það fannst mér alltaf mjög eftirminnilegt þegar hann kemur yfir í okkar heima. Hann byrjar að slátra fólki, eitthvað svona sundlagapartí. Já. Og hann byrjar bara, það alltaf það sé ekki mesta svona mannfallið í Nightmare mynd, alltaf það sé ekki bara það. Jú, alltaf það ekki. Hann drepur marga í því atriði. Já, það svolítið, það að eina sem vantar í þessa mynd að það ekki mjög svona eftirminnilega kills í þessari mynd, sko. Það bara... Já, í númer 2. Í númer 2, já. En ég ekki sammála að þetta alveg eftirminnilegt, alveg saman hvað maður finnstu það atriði. Já. Þess að Wes Craven var bara, hann bara komin í okkar heim og hann slátar eitthvað fólki, þetta hræðilegt. Þetta ekki eftirminnilegt samt? Hann kemur allt paniki á fullu og hann byrjar bara að skera fólk alveg að hægri og vinstri. Og einn gaurin bara, hörru, þetta allt í lagi. Bara, þú veist, slakað á, bara tölum saman. En það skrítið að sjá hann, sérstaklega svona margmenni. Hann er líka ekki skeri. Nei, þá hann einmitt ekkert stóri eða neitt skil, hann bara svona, já, akkurat. Ég náttúrulega elska líka þessa línu, you are all my children. Já, það enda mjög góð línu líka. Já, cool lína. Það var svona, já. Svona embracear þau einhvern veginn all. Já, þetta sérstak mynd. Já. Og hún gerir sko 5 árum eftir. Já, 5 árum. Þeir eru búin að búa í húsinu hennar Nancy í 5 ár og finna dagbókina hennar. Nei, voru þau ekki nýflutt í húsið? Var það málið? Já. Það bara liðin 5 ár. Já, það voru liðin 5 ár síðan fyrst og þau voru nýflutt inn í húsi og það var bara allt að þessu húsi. Já, pappin fekk náttúrulega góðan díl á húsinu út af sögunni og svona. Ég meina, miðað við húsmarkaðinn í dag, myndir þú ekki taka þykja bóð? Akkurat. En ég fór að hugsa einmitt, að því að fólk hefur alveg gert það, keypt eitthvað svona hræðilegt og gest í ykkur húsi. Ég veit ekki hvort ég myndi mega. Já, eins og ég segi, miðað við hvað fasteignir kostaði það, ég myndi klálega bara, já, til í þetta. Já, það held ég veldur svolítið á því hvað væri sem hefði gert, sko. Nei, ég meina, það ekki betur, alveg, myndi ekki skipta alltaf máli hvað hefði gert. Jú, svo sem. Þeir eru bara alveg sama, bara ódýrt húsnæði. 20 dretnir í húsi, já. Skrifum undir hérna. Fasteign, komast inn á markaðinn. Maður getur ekki sagt nei við þessu tilbúið, sko. En Töða Vinsel, hún halaði pening. Já. Gera það rauninni, sko, fyrstu 4 gera það alveg, það í 5 sem þetta byrja aðeins að dala, sko. Já, hún halaði alveg pening og svo byrjaði hann svona meira og meira að fá slæma dóma, einmitt út af hérna þessum undirtónum og svona. Á þeim tíma? Já. In the 80s? En allavega, þeir fengur það mikið pening að þeir hugsa með þessu, við þurfum að gera aðra. Já. Og þá komum við sko, færum okkur bara aðeins yfir næstu mynd. Já. Höfum bara gott pace og svo þeim. Dream Warriors. Af mörgum talin besta eða skemmtilegasta Nightmare myndin sem ég skil á einhverju leyti. Jökull, hún númer 1 hjá þér. Já. Svona þínum uppáhaldsmyndum. Þess að tala með Nightmare. Hvað það við þessa mynd? Það náttúrulega, hún aðeins öðru sem 1 og 3. Nei, 1 og 2 segi. Hvernig finnst þér 3? Sko, fyrsta náttúrulega bara góð hryllingsmynd. Bara mjög, bara óhugnanleg og svona. Dream Warriors bara efni í virkilega skemmtilegri svona 80s hrollvekju. Þú veist, það eru karakterarnir, það Dokken-lagið, Dream Warriors! Dokken-lagið? Já, þetta er svona Goonies á móti Freddy einhvern veginn. Þetta rosalega, Svona hryllingsgrín og smá hasar. Já, og þarna hann farin að byrja að vera með meiri svona one-linera og svona, kemur náttúrulega bara einn besta lína. Ég held að It's prime time. Welcome to prime time, bitch! Tekur eitthvað stepp í sjónvarp. Rétt eftir að hann segir Shasha Gabor bara, who gives a fuck what you think? Já, hann horfa einmitt. Já, þegar hann horfa á viðtalið við Shasha Gabor og... Já, þetta er alltaf... Af öllu fólki. Þessi mynd svo skemmtileg. Hún mjög skemmtileg og hún líka tekur þetta annan level. Hún kemur með þessa hugmynd sem ég held að þetta mjög mörg að tengi við. Þegar maður var lítill, maður var að dreyma vonda drauma. Þú veist, að hugsa maður alltaf, get ég haft eitthvað áhrif á þetta? Og ég hugsa margir að prófa þetta. Ég man alltaf að ég prófaði þetta sem svona barn, þú veist, að prófa að taka stjórn á draumnum. Sumir segja skita. Já. Og þetta tekur þetta það konsept, sko. Það þau læra að berjast á móti. Og það var auðvitað Wes Craven sem að
er hann ekki titlaður Story by? Sögun, Já. hann skrifaði held ég handrit sem var miklu meira brútal eða bara svona ofbrútal. Já, Svo og kom hann Tveir kom gaurarnir í aftur þetta. það ekki að því hann vildi enda þetta bara. Hann vildi ekki dýra mér síðan að hann sagði, ok, ég ætla að gera 3 myndir og þá bara tökum við þetta og klárum þetta. Já. Og stóri hinn þáttur náttúrulega það að hún kemur aftur náttúrulega, hún Nancy, sko. Já, Og það er náttúrulega, hennar nervur náttúrulega mjög stórt í þessari mynd, sko. Því þessi mynd fjallar í rauninni hópa af krökkum, álingum, sem eru á geðsjúkrahús eitthvað svo þess. Og þau eru náttúrulega vandræða með svefnin og eitthvað. Og Síðustu Elm Street börnin. Já, einmitt. Þannig að umhverfi breytist líka, ég hafði svolítið gaman að því. Já. Það var mitt, Larry Fishburne, Lawrence Fishburne þarna, Já. Patricia Arquette þarna, Nancy kemur aftur, hefði langan. Og þarna fáum við aðeins svona backstory með Freddy. Já. Þannig að það er margt svona áhugavert svona í þessari, en mér finnst þetta klálega langmesta 80s mynd. Já, alveg klálega. Bara þetta dokkenlag og svo sumt krakkarnir að tala í mínum draumum þá er ég svona. Eins og þannig að Wizard Master. Já, ég veit að það er svo geggja, sko. Svo leikar það Mínum er ég nörd. hann var svona pre-Harry Potter hann spilaði svo mikið Dungeons and Dragons og eitthvað svona nördi og svo er ein stelpan, ég man hvað leikur hún heitir, Jennifer Rubin, ég held að hún heitir Taryn. Já. Hún er svona cool, svona punkari. Hún segir svona, in my dreams, I'm beautiful. Svo opnar hún svona nýma, and bad. Og með eitthvað svona hanakam, þetta er svo mikið 80s. Ég veit það, og þetta er svo kjánalegt, þetta er samt svo fyndið og skemmtilegt. Þetta er svona skemmtilega kjánalegt, þetta er svona akkurat á línunni, þú veist, þetta er ógeðslega svona klíulegt, en þetta er svo skemmtilegt samt. Hún er nefnilega skemmtileg. Mér finnst 3 alveg skemmtileg. Sammála því. Ég er alveg til að horfa á hana og þegar ég reyði hann upp núna fyrir podcastið, hún bara rúlaði í gegn. Mér fannst hún bara skemmtileg og... Já, bólurinn er mitt tilöfnin í nummer 3. Já, Jökull er hérna í Freddy Ból, þar sem hann er með sprautur á puttunum. Það er líka ógeðslegt, af því að hún var að glíma við Heroinfíkn, já. Þeir eru svona litli munnar, svona bara... Já, opnast, sprautuförin. Þetta var svo... Ég vorkenndi þetta svo mikið. Já, ógeðslegt. Og hann svo sprautar einmitt í hana. Já. Og svo mitt eftirminnilegt þegar hann býr til svona... eitthvað skona strengjabröðuna úr einu stráknum. Það er svo óþægileg sena. Já, mjög. Ógeðslegt. Og þarna er þeir greinilega líka hugsa en stærra, sko. Þeir eru komin bara að tökum þetta og þeir eru fyrstu tærbúin að slá í gegn, hann lúur þetta meiri peningur greinilega, sko. Já. Þetta er bara, já. Allir effektarnir í þessari mynd, bara allir svona praktikal effektar. Þarna var CGI svona byrjað að vera vinsæll. Þeir neituðu að gera það, þú veist, þeir vildu hafa þetta allt praktikal. Þetta, og bara allt svona behind the scenes dótið sem þú sér í heimildamindinni er svo magnað. Hvernig þið byggðu upp hérna risa Freddy í hausinn þannig. Já, ormurinn. Einmitt. Þeir líka tóku sér árs hlið, þessi er 87, ef maður rétt. Þannig að kemur engin út 86 og við fengum ekki aðeins meiri tíma til þess að gera myndina. Og náttúrulega, ég veit ekki hversu frægt það er, en einn af gaurinn sem skrifaði handritið, Frank Darabont. Já. Sem gerði þetta Shawshank Redemption, Green Mile og svo náttúrulega Walking Dead setna. Og hann gerir handrit með Chuck Russell, vinnu sinum. Ég held að Wes Craven skrifa eitthvað handrit og svo koma þeir inn í það. Já. Og svo taka elements úr. Frank Darabont hefur gert það rosa mikið, sko. Tekið gömul handrit og svona pimpaði upp, sko. Já, hann hefur oft sem svona kallar script doktor. Já. Og hann er náttúrulega bara frábær handritshöfundur. Já. Þú veist, hann til dæmis tók Saving Private Ryan og skrifaði D-Day opnaðrið. Nei, ég veist það ekki. Þú veist, það er sem er náttúrulega bara besta senan í þeirri mynd, sko. Þannig að þetta er algjörlega. Og hann hefur gert, og hann náttúrulega var líka með, þú veist, hann gerir náttúrulega The Blob, 88, var ekki Þetta gerir hana. Einmitt. Elska hana. Þannig að hann áalveg svolítið þekkir þetta vel, sko. Já. Og hann er með svona horror-rætur. Já. Og svo gera hann með The Mist og svona. Já, sem er í miklu uppáhaldið mér, sko, það er frábær mynd og rosaleg mynd, sko. En það er kannski þekktastu fyrir með Green Mile og Shawshank. Eða bara svona Stephen King. Já, bara aðalega Stephen King bækur, bara vinnum við það. Já. En þá er mitt að þið að fá svona hæfileikaríka penna, alltaf fáu svona aðeins flottari, finnst mér, Nightmare mynd. Já, en svo leikstjónu vist bara algjör svona Stanley Kubrick, bara rosalega erfiður og bara...
Já, Ok. og hann hefur verið eitthvað svona pínu. Það var Chuck Russell sem skrifaði handritið. Já, hann var... Eitthvað dífu stæla. Það var bara mjög erfiður, sko. Bara eins og Stanley Kubrick var bara þekktur fyrir að vera bara allt þurfti að vera svo nákvæmt hjá honum, sko. Fullkona orðu döðarsmaður. Já, og Chuck Russell var eiginlega bara svona tiltölu, hann var ekkert mjög vanur leikstjóri, sko. Nei, var ekki bara held ég einu af hans fyrstu myndum. Já. Ok. Samt kom með þessa fullkomna áratu. Það var einmitt það, sko. Það var bara þessi fullkomna áratu sem að, jú, bara gerði alla í settinu alveg brjála, en út kom alveg bara, að mínu mati, bara besta Nightmare on Elm Street myndinu. Svo held ég líka, mér minni það alveg örugglega, Patricia Arquette, þetta verið hennar fyrsta hlutverk. Jú. Já, allan, jú. Og ég held ég tjekka á þessu, mér minni hún hafi verið 19 ára þegar ég skutu myndina. Já. Mjög ung, en maður sé líka þar bara, og það greinlega eitthvað einna. Algjörlega. Hæfileikar. Eitthvað svona screen presence. Og maður fann það í númer 4, vegna þess að þá náttúrulega heldur þessi karakter áfram, sko, en komið ný leikuna, og þá fann maður alveg hvernig, sko, einmitt, það... Þú sást mun. Já, það má alveg segja það. Ég bara fattaði ekki að það átti að vera hún. Nei, nákvæmlega. En þetta fóð að kynast nýjum hópa af krökkum, af úlingum. Og Nancy kemur inn sem eitthvað svona mentor. Pínu fyndið, því hún kemur bara 3 árum eftir fyrstu Nightmare. Nú er einhver martraða sérfræðingur. Já, en þú veist, 23 ára, það leikur. Já, tæknar sérsam, sko. Það áður það eldri, það leiðir svona ár. Já, það 5 ár, milli 1 og 2 og svona, þú veist, það er alveg heil svona kenning bara tímalínu. Já, ok. En þegar þú horfir á Heather Langenkamp, þá sérðu það að hún er ung. Já. En það setti eitthvað svona grátt í hárið og eitthvað svona pínu, já. Hún virkar yngri en með myndi. Við getum orðað henni. En allt í lagi. Hún kemur aftur og er svolítið hjarta seríuna. Og hún er drepin í þessari mynd. Freddy drepur hana og hún er reyndar að drepa Freddy. Ég heldur reyndar að hann sé alltaf drepin í öllum öllum Nightmare myndunum. Einmitt. Endar einmitt af því að þau sleppa lifandana, allan einhver af þessum krökkum hana. Og kunna að berjast við Freddy í draumóru sínum og svona, sko, þetta er einmitt. Hvernig var þetta, hvað hét gaurinn, það stóri svarti gæn, massaði svona... Kincaid, já, akkurat. Ó, hann er svo skemmtilegur. Og hann gerði svona Mr. T-bækni, svona, byrja fú! Einmitt. Og fjórða myndin sem kemur svo er náttúrulega beint framhald af þriðju. Það heldur áfram með, það er hana 3 karakterar fyrir utan hana, eða 3 með henni, já. En ef við segum bara höldum áfram með þetta. Þegar ég var að preppa hana þá var ég búinn að horfa á hana, ég tók hana allar í réttröð. Búinn að horfa á fyrstu myndina og bara, vá, þetta er gott stöf. 2, áhugaverð. Já. Cool look á Freddy og svona, og gaman til mér að horfa á heimildmyndina. Vá, cool svona puntar var þetta númer 2. 3. myndin, þessi er bara skemmtileg. Þetta er fín lína hérna. Eitthvað svona grín, svo horror, ok, Freddy eitthvað, welcome to primetime bitch og eitthvað. Flott kills og þarna var ég alveg bara, ok, ég er bara til í þetta, maður. Vá, ég er spenntur að horfa 4. Það langt síðan ég sá 4, 5 og 6, ég maður svo lítið eftir þeim. Vá, bara kýlum á þetta. Og já, þá er komað The Dream Master. Og hún kemur út, ef maður rétt, 88. Minnir að koma alveg 87, 88 og 89, allan að 3, 4, 5. Já, Dream Master. Pétur, langt sem sást hana? Já, það er náttúrulega langt síðan svona. Ég get ekki alveg, í flóttu bragði, ég man bara að hún tekur við, sko. Ég man einmitt, maður var alltaf átt að segja, á þetta vera hún, já, þetta er hún. Og ég man líka að þeir eru Joey og Kincaid lifa áfram, sko. Já. Og Freddy kemur og drepur þá. Og hún er Já, byrjar henni bara á því. Já, og hún er komin í svona nýjan komin nýjan kærasta og hann á systur sem heitir Alice sem tekur svo við í 5. myndinni sem aðalhlutverk, sko. Þetta er svona tengist allt, sko. Og já, en svo nú það þú að taka við Jökull. Jökull, þú sér hann hafi batna. Var það ekki þessi? Jú, ég er náttúrulega, sko, þegar ég tók þessar myndir, þú veist, þá fékk ég bara allt safnið lánað frá frænda mínum. Ok. Og ég horfði á þar, ég bara marathónaði þær, sko. Þannig að ég var nýbúinn að horfa á Dream Warriors, geggjuð, og svo horfði ég á Dream Master og það bara fyrsta sem ég gera er að drepa karakterina frá Dream Warriors. Ég þoli ekki að það er gert. Já, það er alltaf það sem ég þoli bara minnst við þessa mynd, sko, og að því að svo ertu að kynnast þessum nýjum karakterinu sem er alveg skemmtilegir, sko.
Fyrir auðvitað kannski, Dan svona the Wonder Bread af þessum karakterum. Jock, svona gæði eitthvað. Já, en annars voru það alveg skemmtilegi karakter, en ég er bara ennþá brjálaður yfir að þeir eru búin að drepa Kincaid og Joey og Kristen, en ég horfði á hana bara nýlega og já, svona fyrir utan fyrstu 20 mínútur það eru fullt af svona skemmtilegum momentum í þessu sem að þetta er svona so bad it's good feelingur. Þú veist, Freddy með one-linerina sína að borða pítsu sem eru með fórnalömbina og bara I love soul food og þú veist, já, andlitið er svona föst í pítsu og þú setur á sig sólgleru á ströndinni bara, þetta er svo kjánaleg mynd en ég hef svo lúmskaman að henni. Þannig með þetta komur Rennie Harlin sem gerir síðan bara 2 árum setna, dagar 2 og ég myndi gert Long Kiss Goodnight og svona, alveg flottu leikstjóri. Já, margar skemmtilegar myndir. Og svona fyndi típa. Hann kemur að það, ungur og graður leikstjóri, gerir þess að drýmasta mynd. Af þessum tímapunkti þegar ég er að preppa þáttinn. Mér fannst þetta alveg drepleðilegt, sko. Ég var bara, og ég er ekki að tjóka, ég hugsaðast með mér strákar, bara shit, er ég að fara að láta Pétur og Jökul horfa á þetta rusla aftur. Mér fannst hún ömuleg og þetta er búið að renna saman alveg einhvern veginn eitt hjá mig. Ég man ekkert alveg eins og pizzadóti, var það í 4 eða 5? Nei, ég veit 4, 5 sérstaklega finnst mér renna rosa mikið saman, sko. Já. Alveg rosa mikið. Þannig að þér fannst það fínasta mynd, Jökull? Ekki fínasta, hún er léleg. Hún er mjög léleg, en hún er algjört guilty pleasure fyrir mér, sko. Og eins og þú veist, senan þar sem hún breytist í kakkalakka finnst mér en þá bara eina bestu. Það er skemmtilega effektar. Já, þegar hún er að lifta þegar hún er í backpressu og hendur að brotnað mér. Það er svo óþægileg sena. Algjörlega. En var það líka ekki 4? Þess að segi, þetta er búið að renna saman eitt hjá mér. Var ekki 4 hana Kardikur? Jú. Og það er kærastinn hennar, já. Það sem hann berstu ósýnilega Freddy, það er alltaf ræður. Hann er einhverju dojo þarna eitthvað og þeir voru að tala um þetta í heimildmyndinu þá enga pening. Það er lengi peningur eftir að setja upp eitthvað tjöld og eitthvað reynd að gera eitthvað. Og ég hugsaði líka með mér, ok, þetta er pottet Karate Kid var eitthvað vinsælt á þessum tíma. Þetta var akkurat það, sko. Bara Karate Kid, Turtles og Bloodsport og svona. Já, sýnir einmitt þetta hvað þetta er 9. áratugun er að blandast bara, þetta er svona, já. Algjörlega, sko. Var það nummer 4 þar sem þau lenda í svona tímalúpu? Jú, það var 4. Og ég var búin að gleyma því. Það er atrið sem ég man mjög vel eftir, sko. Það er atrið, af því að það er... Cool atrið, sko. Það er svona cool pæling allan, sko. Af því að það er eitthvað sem gerist þegar þú dreymir. Ég hef alveg átt svona drauma sem að það er alltaf bara að gerast aftur og aftur og aftur. En það var önnur sena í þessari mynd, já, þegar Wanna Suck Face. Þannig að sígur, hann tæmir hann eins og blöðru. Já, alveg rétt. Var þetta ekki í skólastofunni? Jú, minna það. Jú, þetta var í skólastofunni. Þú veist, hún var svona nördi, svona bókaormur og eitthvað og var með astma. Alveg rétt. Og hann notar það gegn henni. Sjú, allt loftið voru eins og blöðru. Sorry, ég vel eitthvað nefni eitt. Það er mest þessi mynd glötu. Og það er Alice með svona nunchucks. Já. Það er þessar mynd. Og nunchucks, náttúrulega Bruce Lee gerir þetta svolítið frægt á sín tíma. Fyrir ykkur sem þekkja það getur kilfur og keðja milli. Og það er sýnt aftan frá. Ég er 99,9% viss að þessi kallmaður. Einhverja ræðilega hárkollu í alvegni, það er alltaf 10 skaraði allar að fengja það eitthvað stönd konu ég er eiginlega viss um þetta að vera kall að það er klift svona, fyrst ég var framan aðeins og hún er eitthvað svona, með nunchucks svo klift aftan á og þá er eitthvað svona og þetta er svona hallarslegt í Nightmare on Elm Street mynd hún er með eitthvað nunchucks Já, hún fær náttúrulega kraftana frá öllum fórnarlömbum Freddys Þetta eina sem að gera það einhverju gagni var bara, hún lærði kung fu þetta var bara svona Matrix moment I know kung fu Það er endar, sko, nokkur svona Matrix í þessari mynd, sko, þannig að líka tímalúpan er svolítið eins og hérna Matrix Revelation þegar hann er hérna fastur í lestastöðinni, sko Þannig að það er svona, já Ég man ekki eins og hvernig þessi mynd endar
Það var það er þetta svolítið cool sena líka sko, ég man ekki alveg. Var það ekki með sálunar? Jú, það sem að sálunar koma, bara svo hendur úr skrokknum. Já, hann opnar þannig, við fórum að sjá hana... Ég man ekki hvernig hún fór að því sko, ég man bara eftir þessari senu, þessi effekt þetta bara ógeðslega cool, þegar hendurna koma og bara rífa kjálkarnas í sundur. En þetta ekki líka, það í þeirri mynd, við fórum að sjá í rauninni brjóstkassan hans og það svona andlit. Það í 3. Já, það var, einmitt. En þau svona halda áfram að leika með þetta element í einu myndunum. Og 5 og 6 líka, sko, þá, einmitt. Það voru eitthvað svona Nightmare Demons, eitthvað sko, sem að, var það ekki sem 6 að það útskipt, sem tók á móti Freddy og... Jú, en... Munna það. Við gleymum þetta hlutverk. Við gleymum náttúrulega að tala einhverja heimskulegustu senu í þessari mynd, hvernig hann kemur tilbaka. Já! Það þegar þetta eru búin að... Já, við gleymdum henni, John Saxon kemur aftur í 3. Pappi Nancy. Hann berst við... Freddy beinagrind þannig í lokjuna friði og búin stengla með þeim. Alveg rétt. Og setja eitthvað svona eitthvað holy water, eitthvað. Setta á hann, grafa hann eitthvað með eitthvað svona bílakirkjugarði. Svo í 4 var ekki hundur sem pissar á... Jú, pissar eldi og Freddy vaknar til lífsins og þetta átti vist að vera einhver helhundur, sko. Það var svona pælingin. Það er alltaf ekkert minnst á það. Þannig að það eins og að sjá er bara hundur, liftir loppinu og pissar eldi og allir kemur Freddy eftir. Það er langst alltaf að vera eitthvað. Og hundur hét Jason. Já, hann hét Jason. En þú veist, Jesus maður. Þeir alltaf voru eiginlega ekkert með handrit, það var líka það sko. Já. Hei, hvernig var að vera með eitthvað? Hvor finnst ykkur þegar væntanlega sé svo-myndirnar? Já. Því ég hugsa svona, ef við fyrir í nútíma svona horror-serir, jú, það er búið að koma nokkra Conjuring, nokkra Insidious og okkar Annabelle dót. En svo er alveg, það er að koma 11. myndin. Held ég á næsta ári, held ég að frestina þess. Já. Eitthvað svo sambarlegt við þessar gömlu seríur. Algjörlega, það er líka, getur fætt rauk fyrir því að svo sé sko í rauninni slassimynd, þó hún sé eitthvað svolítið öðruvísi, en hún passa miklu betur á því þeirri svona seríu en til dæmis Conjuring eða Paranormal Activity eða eitthvað svona, sko, já. En mín spurning til leikar, því það sé svo, ég meina, er það ekki tölvöld betri sería? Eða hvað? Mér myndi, sko, hún er alltaf miklu einhæfari, en ég myndi segja að hún væri betri, menn að þú mætti segja, sko, veist að maður þurft að draga, bara einhver random mynd í Saw-seríunni eða Nightmare-seríunni, þá myndi ég alveg frekar, sko, treysta hefna í Saw-seríunni. Þá fæ ég örugglega að meðaltali betri mynd. Það var skemmtilegum. Já, ég meina... Jökull, sammála. Já, sko, ég hef ekki séð allar Saw-myndirnar. Treyst okkur bara. Ég hef séð þær flestar, sko, en ég get ekki greint, ég þekki þær ekki í sundur, sko, þú veist, ég veit ekki... Munin á 4. og 7. Já, en ég veit samt munin með elstri myndirnar, þú veist. Fyrsta er þessi Scary, önnur er Gay-myndin, 3. er Kristna og 4. er MTV-myndin og þú veist það svona. MTV-myndin. En með Saw-myndina, það renna allar svolítið saman fyrir mér, sko. Já, sérstaklega ég tók að back to back með kæristur fyrir kannski árið síðan. Já. Og ég er mjög gaman á Saw-myndunum. Mér er svo gaman líka þegar alltaf að reyna að þeir gera kannski bara númer 3, svo er hún búin. Svo bara, ok, hvað ætlum við að gera næst? Herri, já, við getum tengt þetta svona. Og þeir ná eitthvað svona að flétta... Það gera hann svolítið vel, sko. Þokkalega svona eitthvað sögu framvindu gegnum þessar myndir. Tölvöld betar fyrst mér, eða betur gett heldur til dæmis hundur pissar á gröfuna Freddy og þannig kemur tilbaka. Já, þeir fara aldrei gegn, sko, þú veist, hugmyndafræðinni sem þeir eru að byggja. Nei. Það er alltaf gerist í þessar, fyrst er hann að hefna sín, svo er þetta, eins og hann segir sjálfur í 4 eða 5 mann ekki hvort hann að, eitthvað, þú veist, the dream people told me, eitthvað, þú veist, það var í 6. Var það í 7. myndinni? Já, þarna er þetta sko, nú er það búin að drepa öll Elmstream-böndin og nú þarf hann ný fórnarlömb. Nei, það er í 7. Nei, er það ekki 4. líka samt, sko, að hann drepur fake Patricia Arquette. Hún heitir Tuesday Night. Tuesday Night, já. Það er alltaf geggjanafn. Þetta er svo ofuritsjunafn. Já, eiginlega. Tuesday Night. Og hún gefur Alice kraftana sína. Einmitt. Það einhvern veginn gerir það að verkum að Freddy notar hana til að færa honum fórnarlömb. Já, alveg rétt. Ógeðslega svona
langsótt premis til þess að reyna að halda þessu áfram frekar en bara og svo þetta verið eitthvað svona martröða anda sko, í nummer 6 sem líka sko, það alltaf svona Þetta svo létt það sem svona myþológían sko, alltaf að breytast já, það einhvern veginn að margt þetta segja somundunar en það náða að halda einhvers konar stöðuleika í því. Já. Og eins og segir, þetta alltaf orðið eins og eitthvað svona smá Jenga-dæmi það, sko, taka alltaf 1 kubi viðbót, sko, en þeir alltaf að fara svona meira aftur tilbaka og í 10. myndin sem kemur hana, 20 árum eftir fyrstu myndin og þá er hún svolítið gerast að milli 1 og 2 allt í neðist. Hún er góð. Er það þessi það sem að þeir sitja derhú aftur á baka á hann til að láta virða svona Nei, það í svo 8, 7. Já, 6 eða ekki, það einmitt, ekki svona flashback-sena bara, já, hann með derhúi, þá veitum við hann ungur. Bara við ætlum ekki að nota eitthvað svona DH-tækni. Tópin, setti bara derhú og snúðinu við. Þetta er svona eins og Steve Buscemi. How do you do, fellow kid? Einmitt. Þetta er svona Dexter þegar ég gaf hann Justin Bieber hárið til að láta lítið út frá rónlingur. Þú veist, ennþá sko bara karlmaður á 50 aldri í framan og þeir bara setta á Justin Bieber hárkollu. Alveg rétt, ég var búin að gleyma því. En svo þetta samt alveg kannski bara heiðarlegar en eins og í Irishman þar sem að Al Pacino og Robert De Niro svona yngdur upp en ganga samt eins og áttræði menn. Finnir hann fyrir göngugrindinni bara. Ég þá freka til í eitthvað svona Justin Bieber hár, derhúa, öfugt eitthvað. Ég freka til í það heldur en eitthvað svona, já. En já, Dream Master Sorry, á þessum tímapunkti í preppinu þá var ég bara, ég var að missa trúna Ég man mjög rétt í því að horfa það fyrst í fyrsta skipti þá tók ég einmitt í svona röð keypti, var í London og fór í DFD-búð keypti svona setti sko og hafði séð fyrstu en ekki hinnar og horfði allar í gegn sko þá man ég einmitt eftir því að 4, 5 runnu ótrúlega mikið saman og mér fannst það ekki skemmtilegar í rauninni eins og mér bara geggja að þú hefði að finna svona eitthvað guilty pleasure úr þeim sko Ég var líka að fá mér þegar ég horfði á hana sko það hjálpaði líka Það er kannski maður fylgja fyrst Þetta er algjörlega þannig mynd sko þú getur bara fengið vini og þeir eru svona aðeins að fá okkur og bara Það er náttúrulega allar þessar myndir eiga það er eitthvað gott við þessu sem allar þó það sé lélega myndinar en þú getur fundið einhverja flotta senu einhver flott útfærsla martröðum eða eitthvað flotta línu það er alltaf með eitthvað svona smá svona Nema næsta mynd Myndir segja, já Allt sem þú ert að segja Dream Master er hvernig við líðum með Dream Child Já, mér var svona lélega líka en það sem ég fannst það samt var þegar ég sá hana mér var svona smá óhuguleg það kom svo aftur þar því mér var alltaf svo creepy að sjá þessu flashbackana og fangilsinu sko. Já, það er mitt. Já, það er í 50 sko. En þær eru svolítið saman, þetta er Dream Master, Dream Child og Alice er aðkartin í 4 og hann heldur áfram í 5. Einmitt. Þá ertu komin út í að var sama leikona samt á milli? Já, þau heldur henni einmitt. Lisa Wilcox, hún heiti, minni það. Já, mér fannst það mjög góð sko. Já, hún. Já, mér var svona ekki myndin. Þú veist, byrjar sem svona, þú veist, alltaf feimin og svona og, þú veist, vandræðileg og það er svona aðeins meira svona sjálfsöryggi og mér fannst hún leika þetta mjög vel. Algjörlega, já, það sem er að þessum myndum er ekkert endilega alltaf leikarnir. Það er alltaf misvel leiknar. Það er bara handritið eða aðra, sko, þú veist, það er bara... Já. Það er nefnilega málið. Svo horfum maður á þetta, Dream Master, Dream Child, er þetta besta sem þeim datt í hug? Því Dream Child, þarna var ég bara búin að checka mig út, sko. Mér fannst þetta svo leiðilegt. En eitt áður við klárum að við erum byrjað nú með 5, 1 með 4 viðbót, því við vorum að tala aðeins ána þáttunum byrjaði, að það er að þeir eru einhvern geggja lag sem að fylgdi myndinni. Það er alltaf dramarama, þarna, okay, what is it tonight? You just tell me what the hell is wrong. Það er það, sko. En það sérstaklega sagði fyrir 4. myndin? Nei, það svona, þetta lag var íkonist út af þessari myndi ég segja, sko. Þetta var alveg þekkt lag eftir það, sko. En svo er líka, sko, svona rapplag sem fylgir myndinni. Það sem að Freddy Krueger, sko, rappar. En Englund var gert myndband? Já, ég held það. Og er ekki Englund, hann er alltaf til í allt. Bara ef hann farið að vera Freddy. Honum fannst þessi skemmtilegust. Hann segir það alltaf. Að gera eða horfa á? Að gera. En manstu hvað þetta lag heitir, ég veit það? Nei, En var það bara It's Time for Freddy? Já, It's Time for Freddy. It's Time for Freddy. Þetta er
Hvað ég ætla að googla það, rap song. Já, bara Nightmare on Elm Street rap song. Býtu, nú kemur bara Freddy. Já, þetta, eins og ég segi, Ég finn þetta ekki. allt með þessa mynd, sko, þetta svona, þú veist, svona Freddy Krueger að reyna að höfða til krakkana, sko, þú veist, bara, hei, ég cool, ég rappa, og þú veist. Sem já, þú veist, í grunninn þá það barnamorðingi. Já. Og þetta eitthvað svo skrítið hvernig þessi karakterar verða svona svakalega vinsælir hjá fólki og maður fann að halda með þeim að hei, þetta geggjað. Svo þeim svona alveg virkilega pæla í þetta er alltaf morðingjar, fjöldamorðingjar og svo baksaðan hjá Freddy þessu tölum á hann, hún er svo dark það var svona áhugavert. Já, þetta er kannski saman sem þú sagði með Universal skrýmslin, skilur ég veit ekki hvort að fólk voru þetta fyrst og fremst hrætt við Frankenstein og Dracula og allt það, en ég held að það hljóta hafi verið smá svona element líka að fólk held með, vildi sjá hvað það myndi gera næst, sko, En var það ekki? Því ég þekki þá karakter ekkert það vel. Ég hef ekki séð þessar Universal myndir gömlu. En voru það ekki oft misskildir karakterar? Jú. Frankenstein skrýmslið, Wolfman, allt þetta. Já, hann kannski svona Dracula þá í þeim heimi. Þess að það ekki? Já, ekki Dracula var svona illur bara. Já, Dracula fíblið, sko. En það ekki kannski einhver ástarsaga þar líka? Skilji hvað við? Smá svona redeeming qualities. Jú, kannski. Svo bara með Freddy og hann er bara ógeðslugur. Já. Og við erum að tala að lofsama þessa mynd. Nei, þetta er eins og Michael Myers til dæmis. Hann er ekkert, þú veist, ég þá ekki að telja Rob Zombie myndina með. Já, það kom með hana. Hann er, þú veist, það er bara engin útskýring fyrir af hverju hann er eins og hann er, sko. Hann er bara vondur. Hann er bara vondur. Hann er bara, já. Hann er bara ílska. Ílskan upp máluð. Já. Holdgerfingur, ílsku. Já. Það er eitthvað rétt. Ok, og að fara eins í Dream Child. Já. Bara það er svona, eins og segi, ég hef mjög gaman að þessari seríu. Dream Child er eina myndin sem ég bara get ekki hort á, hún er svo... Af hverju ekki? Ég veit ekki hvaða, sko, 4 og 5 eru svona myndir sem ég hef séð minnst, myndi ég segja. Ég sá 4 svona, aðeins svona öðru ljósi og bara skemmti mér. Dream Child er bara drasl frá byrjun til enda, sko. Þetta er svo lélagt. Bara söguþráðurinn, hann er að reyna að komast til Ales í gegnum fóstreiðinar, þú veist, og hann er að frekna spann, eitthvað... Jú, þú veist, við förum aðeins dýbra inn í, þú veist, bastarsonur 100 geðsjúklinga eða eitthvað svona þú veist, mamma hans sem er svona creepy, sko, svona hugmynd. Það er ógeðslega hugmynd. Já, og þú veist, svona hæfir þessum karakter, sko, sem baksögu, sko. Já, þeir eru að reyna að gera eitthvað svona Rosemary's Baby dæmi með þessa mynd. Einmitt. Og hún er bara... Hún er svo leiðileg. Já, það er bara það, hún er leiðileg. Hún er það. Það er, þú veist, sko, það eru kannski 2 senur sem ég finnst standa þessu upp úr. Það er mótorhjólaadriði. Já. Var það ekki Dan? Jú, Dan og, bara sá effekt fannst mér geðið cool, sko. Hann saminast einhvern veginn mótorhjóla. Já. Fara svona slöngur inn í hann og eitthvað. Mér finnst það ógeðislega töff sena, sko. Og Super Freddy. Ég hefði gaman að Super Freddy. Svona lúmst, ógeðislega hallarslega sena. Það er í Dream Child, það er mér svona teiknumyndasögu, eitthvað teiknara eða ekki. Já, hann er comic book. Já, er það ekki að sér að tala um þetta aha-dæmi? Já, hann verður aha-aður. Já. Eins og ég teikar mig í myndbandinu, sko. Manst þú eftir þessari mynd? Ég, sko, eins og segja, það rennur rosa mikið saman, en ég man alveg eftir ákveðnum senum, sko, svona, Hvað langt sér sást hana, heldur þú? Það er alveg töluvert síðan, sko. Mér finnst ótrútt að munir eitthvað eftir þessari mynd. En það er, ég þekki þessi mynd svolítið á þessari mynd, sko, þessum flashbökkum og þessum svona baksögu, sko. Það var svona stóð upp úr henni hjá mér, sko. En ég er alveg sammála að þetta er ekki góð mynd og ég sammálaði líka að hún var svona leiðileg, og þetta er henni, og þessi mynd, númer 5, hún líka, þarna fór aðeins að, sko, dollaratölunar að minnka, sko.
Já, hún var ekki eins vinsæl. Nei, og hún henni græddi hvað minnstan pening af þessum myndum og það líka ástæð fyrir því að þið gera svo 7. myndina sem sko svona, þú veist, það á að vera lokamyndin og hún pumpaði aftur upp, sko. Hún græddi miklu meira en þessi myndi dæmis af því að allir vildi sjá þá lokin, sko. Endalokin. Já, en ég held að sé alveg ástæð fyrir því að þetta svo mynd sem að það fór að gerast. Þetta mynd sem að mjög fáir hafa verið eitthvað að mæla með að aðrir fara á, sko. Já, ég held að ég sé hana, sko, ég hef oft alveg bara svona tekið sesjón með 1, 2 og 3 og 6 svona mynd sem ég set svona í bakgrunnin bara til að gera dundum mig heima og ekki 5. 5, ég hef kannski séð hana 2. Já, ég held ég sé bara búin í svona 2. Já, mjög sæði líka. Ég hef reynt svona, þú veist, þegar ég að taka svona marathon bara og ég bara fer bara í símar, fyrir að skrolla í símar, sko, þegar þessi á, sko. Ég bara, hún svo leiðileg og hvernig þau sigra daginn líka. Já, svo ertu með unga leikara, krakka. Já, kemur þetta barnana, einmitt sem tala við hana og svo bara, það engin börnina, eitthvað á spítalanum. Já, hann breytist í eitthvað svona Freddy, hann með eitthvað svona make-up og tala svona eins og eitthvað Freddy og þetta svona hallarslegt. Og svo kemur hérna mammans og sígur hann aftur í móðurlífi. Já, þetta alveg. Já. Það var líka þessari myndi ekki það sem sko foreldrar hennar trúin ekki og eitthvað svona, var það ekki, eða eitthvað? Já, það ég man það ekki eins og sko, ég nýbúin að horfa. Sko, Nightmare on Elm Street eru bara 8 myndir af foreldrum að gaslýsa börni sín í drasl, sko. Það bara, þau trúa þeim aldrei. Aldrei. En jú, það einmitt, sko, Dan dáinn og foreldrar hans eru að reyna að sannfæra Alice að já, að taka við barninu. Já, af því að þeim finnst hún bara ekki hæf til að vera móðir. Einmitt. Þetta algjört drast. Já, þetta svona eina myndin þar sem ég finn ekkert gott við. Þessu 4 svona, hún svona skemmtilega léleg, þessi bara léleg. Mér finnst líka, ég ætla að bera hana saman við eina frædimynd. Jason Takes Manhattan. Við vorum alltaf, þegar við tókum frædis þáttun okkar, ég mæli með að fólk tjekkja á þeim þáttum. Já, heldur betur. Eins og Höddi var með okkur og Höddi góða félag minn og hann alltaf fílar alveg horror, ég veit ekki hversu djúft hann inn í þessu, þess að vildi hlífa hann með þetta skipti. Og hann alltaf ekki sé alltaf frædina, bara fyrir podcasti. Og hann hún alveg glötuð og mér finnst hún líka glötuð, svo Jason Takes Manhattan. En ef ég þarf að bera hana saman til þessu Dream Child, því mér finnst hún ömuleg, Jason myndin, en það samt svona, það eitthvað í henni eins og bara, myndin hálfur en þá í svona báti og skiljið það svona. Hún skemmtilegri áhors. Já, og svona kannski skemmtilega að svona, it's so bad, it's good dæmi. Þessi Dream Child finnst mér bara hundleiðileg. Hún eiginlega bara Jason Goes to Hell. Já. Ég bara saman. Það var myndin sem að því að sko, það kom alveg upp hérna í þættinum að Jason Takes Manhattan svo guilty pleasure. En við vorum allir saman að Jason Goes to Hell bara hræðileg. Ok, en þá ætlum ég líka að segja núna. Ég myndi frekar horfa aftur á Jason Goes to Hell heldur en Dream Child. Ég sammála. Já. Pétur. Þetta svona mjög svipa. Og ég ekki að upphefja Jason Goes to Hell, það er ömuleg. Ég myndi frekar horfa á hana. Ég man mér eftir henni. Sammála. Það sko, með Dream Child, ég horfði á hana fyrir 2 dögum og ég man ekkert eftir henni. Ég stutt sem ég horfði hana, ég man ekki neitt. Ég man hvernig hún endar með mömmu sem koma aftur og bara sjúan aftur. Ég myndi þetta svona comic book gæja og Freddy í barninu, eitthvað. Svo man ég eiginlega ekkert meira, sko. Allt hitt, sko, að því að ég var að tala við vinn minn í minni, því að hann líka mikill svona horror-gaur. Hann hefur lúms gaman að þessari mynd, sko. Og ég sagði bara að þessi restin af þessari mynd, fyrir utan kannski þessar 2 senur sem ég talaði bara, minnir meila bara svona á martur sem ég fæ eftir að borða á mikla pizza og hann ég fer að sofa, sko. Það bara líða bara illa. Já. En það maður ekki hissa, hún var ekki vinsæl. Nei. Og þessi 88. 89. 89, fyrir ekki 89. Þeir hvíla þetta í 2 ár. Freddy's Dead 91. Og þá fáður, eitt sem ætla að koma, Stephen Hopkins leikstir í Dream Child. Stephen Hopkins gerði síðan Predator 2.
Við erum með Rennie Harlin sem gerir Die 2, svo gerir Stephen Hopkins sem gerir Predator 2. Svolítið svona hired gun, svolítið, sko. Já, svolítið, sko. Við hvíli það í 2 ár og þá gera þær mynd sem heitir bara Freddy's Dead. The Final Nightmare. Svo gaf þess að kryllísmynda seríur, þetta alltaf The Final. Og er það aldrei. Svo er það aldrei. Þá fá þau, einn af framleiðandunum, Rachel Talalay, held ég hún heiti það, Talalay, hún henni bara, pitchar þeirri hugmynd bara, hei, má ég ekki fá að leikstýra einni mynd? Þannig hún leikstýrir Freddy's Dead og það á bara að vera endalógin. 7. myndin, Núlan ætla bara að klára þetta. Hvernig er hún? Hún er bara, þetta er rosalega langur Looney Tunes þáttur. Já, þetta er ágætið slýsing, sko. Freddy er bara eiginlega Kalli Kanína í þess. Þetta er bara geggi lýsing. Kalli Kanína. Nei, ég meina, viljum við sjá það? Nei, en ég hef gaman að henni samt, sko. Þetta er bara mynd, þegar ég sá hana fyrst, þá fannst mér verið skemmtileg. Og kannski... þú varst 14 ára eða eitthvað? Já, 14 ára, sko, það er mjög skemmtileg. Í dag finnst mér hún drasl. Hún er það. En það er einmitt kannski einhver svona skemmtilega senu, sko, þú veist, og ég hef alltaf haldið mikið upp á Alice Cooper, sko, og hann kemur alltaf í gesturhlutverki, leikur pappa Freddy, sko. Því að þið ætlaði að kenna einhverjum hérna tilvist Freddy, þá gæti það þess að það verið Alice Cooper, eins og hann segir í viðtalinu. Nákvæmlega. Og svo kemur alltaf líka með þetta Bob Shea, sko, hann kemur hann í smá hlutverki, hann hefur poppað upp í nokkrum elstýrmyndum, en þetta er kannski svona stærsta hlutverkið, var hann ekki rútubílstur eða ég maður ekki segja, var ekki stærsta hlutverkið í New Nightmare? Jú. Hann með fleiri línur þar. Já, það er stærra, auðvitað. Nákvæmlega. En allavega, þetta er svona mynd sem að, þú veist, ég myndi ekki horfa hana aftur, ef þú tekur þann mæling hvaða mynd, þú veist, ég á mjög erfitt með að sjá aðstæðan sem ég myndi horfa þessa mynd aftur. Heldur þú að það er fara ekki um þitt líf á þess að horfa aftur á Freddy's Dead? Já, ég held ég get alveg bara að lifa með því. Já, ég skal bara setja lof á núna, ég mun aldrei horfa þessa mynd aftur. En mér finnst það skárri en Dream Child. Já, hún er aðeins svona öðruvísi líka. Aðeins skemmtileg. Aðeins svona skemmtileg. Og rosalega öðruvísi tónn á henni miðað við hinnar, sko. Þarna var það ekki líki henni, það var töluleikinn út í það. Jú. Og þetta er þetta aðeins svolítið meira grínmynd líka. Rosalega hallarslega sinna. Og mér finnst líka bara útlita Freddy, mér finnst það ekkert svolítið flott og ég get ekki sagt mikið gott um þessa mynd. Hann er svolítið eins og bara, hann er svo andinn í Aladdin, bara endalaust, bara svona pop culture references og eitthvað. Þetta er orðið alltaf mikið joke, sko. Eins og þú veist, með hérna sena það sem hann er að detta á flugvélinu og hann er að draga einhverja dínu. Þetta er bara beint um einhverju Roadrunner teiknum. Já, hann er með svona nagla dínu eitthvað naglabretti sem að gæin á að lenda á. Þetta er fáráleg mynd og hún er ekki góð. Ég er pínu guilty pleasure. Þetta er guilty pleasure. Já. Er þetta meira guilty pleasure heldur en Jason Takes Manhattan? Ég verði með dögst þetta. Ég hef séð hann oftar en Jason Takes Manhattan. Já. En svo fyndi líka, coverið, plaggatið af Freddy's Dead, það er alveg svona freka cool. Já. Og þú hugsa með þig bara, þú sér bara pósterinn, en það er líka svona póster sem ég man eftir hjá krakki. Maður hugsa með sig bara, vá, þessir eru svakaleg maður. Svo er þetta bara eitthvað drasl, grín, spúf næstu í útgáfa af Freddy Krueger. Mjög mikið spúf og hérna, þessi sögutráður að hann heldur að hann sé sonur Freddys. Hvað er þessi mynd? Þau eru stiklum svona stóru sem þau sögurþráðinni, þetta er alltaf algjörst kjaftaði. Freddy er sérst að reyna að finna dóttur sína, af því að það kemur ljós, hann hafa dóttur. Já. Og hann er sérst að nota síðasta lifandi unglingin frá Springwood til að komast til hennar. Já, hann er að nota hann einmitt. Já, og ég var að horfa á hann áðan og þetta er eitthvað sem ég tók ekki eftir. Þegar þau komast að því að Freddy átti barn, er að það er eitthvað svona tabla sem segir 1966 var barnið hans Freddys tekið frá honum og hann heldur að hann sé sonur hans. Hann kann greinilega ekki stærðfræði. Bara hversu gamall hann er sjálfur. Já, af því hann á að vera, þú veist, eitthvað 16 ára eitthvað svoleiðis, hann á bara að vera unglingur, lítur alltaf út fyrir að vera 35 ára, sko. En hérna, myndin á tækla sé að gerast 2005. Gerð 91, án að gera 2005. Já, ef við erum að svona telja með, þú veist, að það er 5 ára milli 1 og 2 og þessi á að gerast 10 árum eftir Dream Child, þá
Já, gerst 10 ára. Já, það kemur eitthvað bara 10 árum setna eitthvað svona. Já, það kemur í byrjun. Já, þannig að myndin átækla sé að gerast 2005. Já, það enda magna. Þannig að hann heldur að hann sé barnið Kruger, en það náttúrulega stelpa, kona, hann átti dóttur af Freddy. Þú veist, allir þessi söðra, mér finnst þetta samt líka bara, þetta þetta er bara della. Brunalega pælingi var samt sko að aðalstrákurinn átti að vera Jacob úr Dream Child. Já. Það var Freddy barnið hana. Já, og þetta alls ekki góð mynd, ég viðurkenni það. Ég hef samt alveg, ég hef séð hana oftar en Dream Master og Dream Child. Já, sama hér. En mig minnir að það hafi verið Peter Jackson sem hafi verið með eitthvað hugmynd fyrir þessa. Mér minnir það. Og þeirra hugmynd, það var aðeins farið yfir þetta í heimildmyndinni. Já. Og ég hugsaði með mig, það kannski getur verið áhugavert. Þá átti Freddy hann gamall og hann var rosalega kraftlaus og krakkar farin að fara, viljandi að sofna til þess að geta farið og fokkað í Freddy. Af því hann var svo mikill bara auðmíkirunni. Já, geta alveg eitthvað svona það hefði verið eitthvað svona smá cool, þá var hann bara svona gamall maður og það er svona fórtalamb bara já, eiginlega, og snúðsöknu við og hann þá væntanlega myndin hefði fjallað að hann reyna að fá kraftana sína aftur það hefði alveg getað virkað sko það er bara allt í lagi hugmynd þetta átti náttúrulega að vera bara núna er Freddy dauður, nú drepum við Freddy það þurfti greinilega bara dínamít til að drepa hann já, af því að hann er drepið þannig hann er sprengtur bara og rétt á hann segir kids það er dóttur hann sem að dreipar hann sko já kids já þú veist horfum beint í myndavelina sko og líka ef þetta hefði verið lokin var þetta ekki líka 3D-myndin jú bara síðustu 20 bara síðustu hann setur upp 3D glerum já hann lætur að hafa glerum þú mynd þurfa þetta þú veist og þetta áherslu að vera kjúið fyrir áhorfnir að setja á sig gleru. Ég held mér sem að hvort það verið þú Jökull sem nefndir þetta í Friday-þættinum. Því það er alltaf 3D-mynd það líka. Að Freddy's Dead hafi verið líka með eitthvað 3D-element. Það er bara lokjar á myndinni. Já, það er bara síðust 20 mínútur. Hún er hvergi til í þrívít, sko. Já, þú getur ekkert séð henni. Það er ekki hægt. Það er bara... Og ég hef séð Freddy þrívita gleraugun, sko, á eBay. Sem voru það á þeim tíma? Já, sem að voru afhend í bíóhúsunum, sko. Og já, ég hef reynd að... Ég var alveg til að sjá hvað þetta lukkar í þrívít, sko. Örgulega hræðilegt, því að það er bara... Það lítur nú þegar hræðilega út þegar, þú veist, þetta er allt bara eitthvað svona... Beint í kameruna! Já, beint í kameruna! Hræðilegt, sko. En, já, ég elska líka lagið sem var samið fyrir það. Það er Goo Goo Dolls, I'm Awake Now. Já, var það saman lag sérstaklega fyrir myndina? Já, ég fílaði það. Man ekki, var það í myndinni? Já, það var það í greiðlistanum? Já, fljótur og slagt. Já, myndin opnar með því lagi. Já, opnar, ok, man ekki. En, jú, þú veist, eins og segið, þetta er bara... Þetta er svo kjánalegt. Þetta er bara allt, einhverjir svona one-linerar og Freddy bara eitthvað að vera að flippa þaður og... Og líka viljum við, þegar við erum með svona karakter eins og Freddy Krueger, viljum að það sé eitthvað djók? Nei, sko, þeir byrja svolítið rólega með þetta. Fyrst er hann svolítið svona fyndinn, en samt næðan að vera hræðilegur áfram. Þú veist að tala kannski eins og til dæmis nummer 3. Já, en ég líka ég bara tala í nummer 1, skilja. Hann er svona smá að svona stríða þeim með svona rekja þeir. Já, en hann er svona skeri. En samt skeri. Svo svona minkar þetta eftir þess að líður á myndina og bara gríni tekur meira yfir og það, þú veist, þú myndir horfa bara, enginn það er ekki séð þessa myndir aður, myndir horfa fyrstu og svo nummer 6, skilju. Þú myndir ekki vita... Nei, þú myndir bara hvað er í gangi, hvað gerðist hér. Já, annar karakter, sko. Svolítið eins og horfa á Fast and Furious 1 þar sem þau eru að stela DFD-spilunum eða eitthvað og svo horfa svo nummer 10 þegar þau eru komin til game, sko. Þú myndir bara hugsa hvað gerðist? En mér finnst áhört að sjá af hverju fóru þess að í þessa átt. Er það kannski bara því að þú ert með eitthvað karakter eins og Freddy sem er náttúrulega bara partur af pop culture. Það er ekkert skeri, þú veist, the unknown, hið óþekta er náttúrulega meira ókveikjandi heldur en hið þekta. Það hefði kannski ekki verið hægt að gera 6 Freddy myndir skeri. Ég held að það gerist líka þannig að þeir hugsa sko, það er svo vinsalega þessar línur, vanlega þessar vinsalt, allt er enda eitthvað svona, það er meira svoleið, það er svona eitthvað Hollywood dæmi, eitthvað svona, hvað er þessi fólk vill sjá Freddy koma með vonlanir, fólk vill sjá Freddy koma með
Var ekki líka í númer 6 þar sem hann á hana Norna? Ég var einmitt að fara að nefna það. Það sem hann klæddur eins og Nornin og galdakarli og það segja I'll get you my pretty. Og fljúandi á kústskaft það bara opnunar senan og þú sér þetta og þá getur þú svona tekið ákvörðun hvort þú ætlar að horfa á restina eða ekki, sko. Þetta ógeðslega kjánaleg mynd. Ég hefði slögt ef ég ekki verið að gera þetta podcast. Það er svona kostur að galla að vera með podcast og vera að preppa svona þætti. Kostur þetta náttúrulega gaman fyrir mig að geta hort aftur á eitthvað eða hort á eitthvað nýtt og þá finnst mér að sé meiri svona tilgangur, maður er búin til efni kringu það. Já. En ef ég bara var að horfa á þetta bara fyrir gamanið, ég hef bara slögt. Ég var svona 12 ára þegar ég sá hana og þú veist, ég hafði gaman að henni og ég En eitthvað skeri við hana? Nei, nákvæmlega ekki neitt. Og það er bara ekki neitt skeri við hana og ég meira að segja þá, sko, þegar ég sá hana því ég horfði allar í réttri röð, ég var alveg bara, var einhver mynd á milli 5 og Freddy's Dead sem ég listi af eða eitthvað af því að þú veist, hver þessi gaur í flugvélni þú veist, og af hverju á okkur að vera einhver gaur? Já, því að sko fyrstu 5 þá eru sko aðalpersóna einhvern veginn tengdar svona fyrstu mynd. Þú getur tengt þetta saman. Það eitthvað svona 6 Degrees of Kevin Bacon með öllum karakterum hana. Í þessari mynd það bara allt nýjar persónur hafa ekkert með hina myndina að gera, þú veist. Einmitt. Algjört drasl. Þetta gerir svolítið við myndir hana í sko á 10. áratugnum. Það horfður þess bara á Tim Burton Batman 89 og horfður svo á Batman og Robin. Já. Þá horfður á GoldenEye, James Bond og horfður svo Die Another Day. Þetta svona, þegar fólk fyrir þetta fram úr sér svona að missa sig. Já, ég held að sé svona að horfa hvað vilja aðdæmandi, þeir vilja meira, þeir vilja flottari græður, flottari eitthvað svona, og svo bara þau þetta út í eitthvað svona dellu, sko. Sorry, Jökull, en ekki, skjóttu sinni inn í, þeir ekki bara missa þeir ekki að taka réttu hlutina. Þeir mér finnst oft þessu miskili bara markaðin. Svolítið, en ég held að líka sko, og mér finnst þetta svo asnalegt, að þeir eru svona að reyna að höfða til barna. Með því að gera svona meira svona skemmtilegri og svona flippari og eitthvað svona. Og ég held líka allir þessi one-liner, þetta þú veist, að ég nefndi andan í Aladdin, þetta var eitthvað vinsæls koncept, þessi svo Beetlejuice og Little Monsters, það var alltaf svona overnáttúruleg persóna, alltaf bara spjúa svona one-liner og svona klikkaður og það var einhvern svolítið vinsælt element á þessum tíma og ég held að það hafi nuttast svolítið í Freddy. Já, góð punktur með Beetlejuice, af því að hún 88, þannig að það þessu tíðanbili. En mér finnst stærsti munurinn á Beetlejuice og kannski eins og Freddy's Dead og ég veit það ekkert sanngjarnt að bera saman mynd númer 6 í seríu við bara fyrstu myndina. En Beetlejuice skemmtileg. Já. Finnst mér allavega. Já. En ég held bara, þú veist, þið bara svona hvað vinsælt í dag og þú veist, og ég held að það hafi svona nuttast svolítið á Freddy að fólk hefur gaman að svona skrýmslum sem óslega fyndnir og svona klikkaðir og eitthvað. En þeir alltaf eitthvað svona hei, þetta núna heitt. Í staðan fyrir kannski bara fókus, hvað var það sem maður var gerði Nightmare on Elm Street fyrstu góða eða vinsæla? Hvað var fólk að grípa? Þannig að Freddy's Dead, já, ekki góð, hann sprengtur hann í lokin, þau ætla bara að hætta, og hann dáinn í alveg heil 3 ár. Það alveg rosa langur tími. Fyrir svona slasher franchise, sko, það alveg frekar langt, sko. En þá ég að spyrja ykkur, ég veit náttúrulega þið eru auðvitað bara almennir kvikmyndaáhugamenn, ekki bara hryllismyndagæðir. Og ég lofa, þið megt svo koma til að tala um eitthvað annað en hryllismyndir. En ef þið hugsa eins og, ég heldur þessu sammálum að 9. áratugurinn 80s, hann rosa skemmtileg og svona horror áratugurinn. Alls konar í gangi að vera búið til fullt af karakter sem urðu mjög frægir. Svo förum við í 10. 90s horror. Ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að það bara ekkert svakalega góður áratugur. Og sérstaklega ekki fyrir hlutin, sko. Það sem gerist þetta að sem að ég veit, næsta mynd sem við tala tengist líka svolítið, sko, en það 96 með Scream. Þá kemur svona ný orka inn í þetta, sko. Já, algjörlega. Og koma nokkrar góðar íkjölferð af því og svona fínar slassemyndir eftir það. En fyrir hlutin algjört sökk. Hvað að frétta það? Ekki neitt. Já, ég sammála. Munið eftir einhverju mynd. Já, ok, það eins og 95, ekki In the Mouth of Madness 95?
Eftir Carpenter? In the Mouth of Madness. Ekki Candyman í 92. Candyman í 90. Það er alveg, þú þarft að kafa svolítið djúpt. Þú veist, eitthvað geggjuð? Kannski ef við tökum, ef við fyrstu 5 árin, eitthvað sem ykkur dettur í hug sem sko, ef þú myndi flokka, þetta er svona spurning sem við myndi flokka kannski Silence of the Lambs í eitthvað svona slasher-gí, sko, ég veit ekki, það er svona tæft náttúrulega, en það ekki þrill. Ég myndi segja það, sko. En ef við erum að tala svona ræmur, þú veist, eins og Freddy myndina, þú veist, popcorn kemur til greina hjá mér, sko. Popcorn? Já, það er svona mjög skemmtilega svona slasher sem að... Þekki hann ekki, er það 90s slasher? Já, það er 90s. En já, það er ég maður þessu cover, ég var ekki síðan hana. Hún er mjög skemmtileg, sko. En það er samt alveg... Já, ég maður þessu cover. Það er samt alveg rétt, sko. Þú þarft að leita svolítið að þessum svona gersemum. Af því að það var svo mjög sprenging af hryllingsmyndum á 9. áratugnum og það var út af Vaffa-S-markaðanum. Já, einmitt. Það voru svo margar myndir sem fóru bara beint á Vaffa-S af því að það var bara orðið svo ódýrt að dreifa þeim. Að þið gætu bara svona fókusera á bara að gera góða mynd. En maður finnur líka bara að maður lítur yfir, eins og ég gerði svona 80s horror þátt með Ólafi vinur mínum sem mikill horrorgæi og við fórum yfir svona kannski svona marga helstu titla. Það er svo mikið einhvern veginn í gangi, menn ef maður þurfti að nefna bara 80s. Þú ert náttúrulega með Jason, hann kemur þarna. Já. Jú, Michael Myers er auðvitað, hann er kynntur til sögun á 78, hann í lokin á 70s, en hann náttúrulega líka stort nafnanna í 80s. Chucky kemur. Pinhead kemur, Hellraiser, The Thing, hún náttúrulega, 82, Cronenberg er að gera alls konar stöff þarna. Það er rosalega margar, flottar og mér finnst bara nokkuð vandaðar myndir, sérstaklega tökum kannski fyrstu í seríunum. Svo kemur þetta 90s dót. Og það er bara, ég er mikill 90s kall. Það eru margar góða 90s myndir í öðrum tegundum af bíómyndum. En horror einhvern veginn, að því að við tökum bara milli 2000 og 2010, fullt af flottum horror. Fullt af góða myndum. 2010 til 20, fullt af góða horrorstöfi. Bara 90s, og 70s líka. 90s. Ég verði að kíkja bara í síminn, ég er á Letterboxd, þá er ég með alla áratugi, sko, rankað með hryllingsmyndir, sko. Já. En ég var að sjá, ég hef ekki gert listamind fyrir 90s, sko. Þannig að það segir kannski sína sögu, sko, já. Sko, fyrst við erum að tala um heimildarmyndir, svona langar heimildarmyndir, hafið þið séð In Search of Darkness? Nei. Geggjuð. Já, þeir eru að gera 90s útgáfa af henni. Já, og ég er mjög spenntur fyrir því. Já, þannig að það verður áhugavert, sko. In Search of Darkness, þá bara fara þeir alveg bara frá 1980 upp í 1989, yfir bara svona allar helstu. Allan 80s. Já, ok. Bara horror, sko. Og þeir eru bara að gera 3 þannig, þú veist, bara að gera part 2, þú veist, hérna er myndir sem við glemdum frá 80 og hérna... Og þetta er 3 tímar eða eitthvað hver mynd, sko. Já. Ok, ég þarf að checka þessu. Alveg bara heill kapli bara Giallo, ítalskar heillismyndir og þetta er bara... Já, einmitt, svo það líka, það er 80s líka. Giallo, já. Ég bara þekki það ekki ná vel, Argento og þá gæja, sko. Það var svo mikið að gerast og svo ekki bara 90s og það er bara... Já, þú veist, það var alltaf bara Scream, þeir komur alltaf aftur með slasherinn. Já, það er eins og sagði, það er alltaf 96. En þú veist, það er út af Scream sem ég horfði á Nightmare on Elm Street og ég horfði á Friday the 13th. Já, hún Scream alltaf mikilvægt út af þess og hún tengdi svolítið svona kynslan saman líka, sko. Já, en alltaf, sko, Wes Craven's New Nightmare, því að við erum... Hún er 94, við erum farið í hana. Það er svona... Hann kemur aftur. Það er svona formálið, svona hvernig hann fer inn í, hvernig hann tæklar myndir eftir það, sem er þessi meta-pæling. Já. Ég með það sko, þú getur hort á Nightmare on Elm Street, New Nightmare og Scream. Þú getur rauninni hort á þetta sem svona trílógi, sko. Næstu trílógi, já. Þetta er og einmitt, New Nightmare er rosa mikilvæg mynd í þeim skilningi. Já. Og kemur með undirbýr Scream vel, sko. Ég ætla að segja eitt núna. Já. Þið með vera ósaman með það sjálfsögðu. Ég er ekki með að segja alla Wes Craven myndirnar. Ég hugsa að Scream sem mögulega besta myndirnar. Hvað segir þið við því? Það er þögn. Nei, ég er bara að hugsa þess en ég held ég sé sammálaður. Ég myndi setja Scream í fyrsta sæti og Nightmare í annars, sko. Ég held það, sko, líka í mér. Sko... Eftir endur áhorf. Það sem að gerir samt Scream svona uník er ekki endilega hvernig það sem að Wes Craven gerði það hefur svolítið meira með Kevin Williams Solid handrit. Já, algjörlega. Það er svolítið, sko... En hann hefur samt oft talað líka, Kevin Williams, það sko
að Wes Craven hafi tekið handritið sitt á svolítið næsta level og hann hefði svona verið að spinna alls konar hluti sko, sem að voru ekkert í handritinu sem hann gerði til að hafa þetta svona meira komið meira mút sko og svona. Já, svo er líka eitt myndi ég áætla, ég hef ekki gert bíómynd sjálfur. Leikstjóri, þú ert með handrit og það getur alveg solid en það tónn kemur oftast frá leikstjóra. Algjörlega. Þannig að þegar hann er með handritið í höndunum eftir Viljánsson sem solid, þetta gott handrit og mér finnst þess að Scream ég get alveg borið hana saman við velskrifaðar 80s hryllingsmyndir. Já. Því hún er bara vel skrifið, þetta er bara vöndu bíómynd. Það er alltaf bara ástabríf til slasher. Gömlu myndana. En hún er ekki asnaleg. Nei. Það er svolítið svona Kevin Williams, hann var að gera hérna Dawson's Creek á þeim tíma. En hann er sjálfur alveg bara mikið svona hryllingsmyndanörd og hann svona fekk hugmyndir að Scream bara þetta átti fyrst bara að vera einhver stuttsaga eða einhver örsaga eða eitthvað þannig. Já, og svo gerði hann handrit út frá því. Hann var alveg bara áttu náttúrulega fyrst að heita Scary Movie. Já, þetta er Scary Movie. Ég er svo fegin að það hætti við það. Samanlega, en það er hérna í henni náttúrulega líka einmitt, það er náttúrulega í Scream kemur Wes Craven í aukahlutverki birtist í 2 sekundur sem sko Fred the Janitor í Freddy Krueger sko, með hattinn og í hérna peysunni sko og það er líka svona skemmtilegt skot á Nightmare-seríuna Drew Barrymore segir og tala the first one was good but the rest sucked nákvæmlega já, því að hann náttúrulega bara kom ekkert að framhöldunum utan eitthvað svo pínu 3 og svona það sem við erum fræða núna, New Nightmare já, förum núna í New Nightmare, hún kemur 94 og þá er Wes Craven komin aftur, hann skrifar nú leikstýrir og Nancy aftur líka Nancy aftur, það hefði Langenkamp þarna, þetta er svona metamynd og ég man að þegar ég sá hana sem úlingur, þá fannst mér rosalega sniðu og bara þau eru að leika sjálfa sig og þetta gerist í raunveru ég man að mér fannst þetta mjög skrítin ég man að þegar ég horfði á þetta, ég fann mér svo sérstætt þetta er swing, klálega þegar ég sá traileri fyrir hana ég veit ekki hvort þið muni eftir trailerum ég veit ekki hvort það nokkur trailer kannski en einn trailerin þá er svona þú veist, Wes Craven eitthvað að tala sjálfur eitthvað svona, þú veist, eitthvað að Freddy sé nú lifandi á milli, eitthvað dæmi. Ég hugsa, hvað, er þetta bara heimildamynd? Hvað er í gangi hérna? Ég var svo hissa yfir þessu, sko, en hún kom mér rosa óvart og hún er svolítið öðruvísi að mörgu leyti, hún er mjög meta og hún er líka með öðruvísi Freddy look. Já. Robert Englund samt sem aður, mér finnst það líka, og Robert Englund er áfram, en einmitt ekki með vonlanera í öðru hverju orðið, sko. Það við svolítið fara aftur í svona harkalegri og hræðilegri Freddy. Já. Og mér finnst ég er mjög gaman aðeins, sko. Þess að hún er í 3. sæti hjá mér yfir í seríunni, sko. Já, þetta er einhver svona forn, bara svona vera, einhver svona vera sem að... einhvers konar entity. Já, sem að svona tekur bara svona embracear Freddy hlutverkið en, þú veist, túlkar hann einhvern veginn öðru sig, bara túlkar hann á sinni hátt sem er, að hann er bara miklu meira skeri. Já, og í myndinu þá hann myndi að tala að mér finnst alveg sniðu hugmynd. Wes Craven er að setja fram þá hugmynd að þetta er alvöru Freddy í rauninni, þessi vera verður Freddy einhvern veginn, en þegar núna var að framlega þessar myndir, það hélt hann með skefjum einhvern veginn, svo þegar þeir hætti að gera myndirnar, þá var svo andinn eða alvöru Freddy vilja komast, hann er laus, það þarf að sleppa. Og hún þarf að play Nancy once again, það er svona þannig senningin. Og mér finnst bara ótrúlega að þið hafið þorað að gera svona mynd. Ég er sammála því, sko, þetta er mjög kjarka, sko. Það myndi enginn gera þetta í dag, þú veist, fyrir utan kannski, þú veist, This Is the End, þar sem að þeir eru að leika sjálfa sig, þú veist, það myndi enginn gera þetta. Það myndi enginn þorað að gera þetta í dag. Og hún græddi ekki, hún var svolítið undan sinni samstíð, sko, hún græddi ekkert eitthvað eins mikla pening á hina myndina, sko. Og svo áherslu að það er bara 2 ára milli Scream og New Nightmare. Já. En mér finnst það betra skilið. Sammála því. Mér finnst hún frábær, sko. Og Langenkamp best í þessari mynd. Já. Af þessum 3 sem hún er leikið í. Já, betri leikona og betri leikona. Já, eldri og svona. Og maður trúður svolítið, maður samfærandi sem þess móðurinn sem er áhyggjur af barninu sínu og þú veist þetta, og það er nokkrar creepy senur, sko, þú veist, þegar drengun er svona alltaf að sjá hann og allt þetta, sko, það er margt sem er svona, þess ég myndi bara mjög vel lukkuð hryllingsmynd, sko. Og hún líka alveg skemmtileg. Já, það eina sem ég hugsaði samt, sko, þegar ég var að horfa á hana, ætli þau séu vinir í alvörunni eða, þú veist, er þetta svona, þú veist, þau hafa ekki séð, Robert Englund og hún, ætli þau séu svona
Svona buddy. Já, eða var það bara meira bara svona jobb fyrir hana og nú bara heldur hún áfram með lífið sitt í engu sambandi við Wes Craven og það var svona það sem ég pældi svona mikið í. Þetta er alveg áverð pæling, en ég hugsa þetta hljóta að vera allan svona, þú veist, eitthvað samskipti, eitthvað svona... Ég get alveg trúið. Já, ég held að það sé líka svolítið svona, þú veist, hún er ekkert búið að vera að leika mikið í bíómyndum þessi kona, skilur við. Þú veist, ég held að það sé líka bara Wes Craven svolítið að svona, þú veist, að því að hann veit að hún var svona, þú veist, þetta er svona þegar maður leikur svona eitthvað iconic hlutverk, eins og hún, þá er svolítið erfitt að komast út af því, erfitt að fá annars séns, þetta er líka bara svolítið hann að segja, heyrðu, þú veist, bara, núna er liðin alltaf þessi ár, 10 ár síðan að fyrsta myndi kom út, bara, ég ætla að gera aftur aðhaldsrikið, bara, þú veist, ég held að geta alveg verið smá líka þannig, sko. Svona throwing her a bone. Já, þetta er bara svona að gera góðverk í rauninni, eða sjá. Mér finnst líka, ég get alveg trúið, ef þú ert leikona, eða leikari, eins og með Langenkamp, ég hef ekki lesið handritið, en ég áætla bara að myndi sér söpu handritinu. Hún er alveg að fá eitthvað að gera. Já. Sem leikari, þá heldur þetta sé alveg áhugavert hlutverk. Hún fær alveg að fara í gegnum einhvern svona tilfinningaskala og fara eitthvað skemmtilegt að gera. Hún er orðin móðir þarna, missi mannin sinn snemma. Þú veist, það er alveg ýmislegt í gangi. Sem ég get alveg trúið að hafa verið mjög heillandi fyrir hann sem leikona. Algjörlega. Og hakki ykkur smask, get ekki tala. Já, nákvæmlega. Og líka hérna, hún var með stokkar í myndinni, var það ekki... Alvörinni? Var það ekki í alvörinni? Jú, hún eins og hérna, hún var ekki Adrian King í... Jú, Alice. Í Friday. Já. Friday, sko. Það er hvað fólk getur klíkað. Já. Stokk, Jesus. Já, en ég held með þess að Craven hafi spurt hana, má ég hafa þetta með í rauninni myndin, fengið leyfi frá henni. Og svo allir þessi jarðskjálftar, þetta var alltaf bara svona early 90s Los Angeles, þar sem þetta var að gerast mjög mikið. Þú veist, kona mín er fædd og uppalinn í Los Angeles og hún bara man eftir þessu tímabilið þannig að þetta svona var pínu triggerandi fyrir hana að horfa á þessa mynd. Já, það er cool hvernig það fléttast inn í svona bakgrunni eða áferðin á sjálfur myndinni. Svo er Bob Shea leika sjálfa sig, Nancy, Heather Langenkamp fer á New Line skrifstofuna, við fáum að sjá Robert Englund ekki í make-upi, hann er alltaf að leika sjálfa sig, en leikur síðan svona Freddy úr myndunum, en leikur líka alvöru Freddy, mér varst lúkjálm alveg cool, hann með svolítið hreinan hatt, hann með svona alveg hreinan hatt mér varst töff hvernig hann svolítið endurgerir tínuatriðið nema við fáum að sjá Freddy draga hana meðfram mér varst það töff, það er svona loftin og vegnum og... Já, smá svona throwback smá throwback, mér finnst þessi líka öllum finnst mér þetta líklega best leiknamyndin samanlega. Þetta er svona eins og sé vandaðast að myndin ákvæmlega, bara öllu leiti, sko. Já, líka leikari sem leikur sonina, hann er, þú veist, hann var líka í Pet Sematary og svona. Já, Miko Hughes. Hann var mjög góður svona barnaleikari. Já, mjög fint, sko. Ég svo fyrir að pæla líka það viðtal á hann í heimildmyndinni. Þegar börn leiki svona myndum. Ég veit ekki hvort ég geti gúttir að það ef barnið mitt var að leika í svona hryllismynd. Þó þetta séu þetta er bara bíómynd. En það er samt ýmislegt sem barnið sér eða þarf að segja eða eitthvað. Og leika, og leika. Vera rætt og allt þetta, sko. Hann öskrandi eitthvað. Þetta er samt eins og krakkin í The Shining vissi ekkert að hann var í hryllismynd. Nei. Það var hann bara hafði ekki hugmynd, hann var bara látið svona hjóla og bara leika eitthvað í ykkur hóteli og svona. En eins og Linda Blair í Exorcist. Ég held að hún hefði vitað það. Alveg klálega. En það getur verið fram í henni, hún var það eins eldri en samt. Svo er ég ekki bara að sjá þetta, en Miko Hughes var að leika í svona Freddy mynd. Nýlega? Já, sem heitir Dylan's New Nightmare. Nei! Ég er ekki búin að sjá hana. Er þetta eitthvað sem er á YouTube? Þetta er eitthvað YouTube-dæmi. Það er alveg rosalega mikið að springja á svona fan-made horror. Það er búið að gera það við Jason-myndina, það er búið að gera eitthvað Scream-myndir og þau eru actually að fá leikarana til þess að leika aftur og þau fengu hann til þess að gera, Dylan's New Nightmare. Fyndið. En hvað haldið þið hver haldið ástæðan verið fyrir því að hún hefði ekki verið minnst að New Nightmare sín tíma? Ég ætla hann að ekki verið bara svolítið undan sinni samtíð, svolítið svona of-meta fyrir, þú veist, fólki hana. Ég haldið kannski mögulega að fólk hafa komið nóg, bara hei, þeir eru búin að drepa Freddy, þetta á síðasta myndin, Já, eða líka bara, þú veist, það er ekki allir sem hafa endilega áhuga á að sjá eitthvað bak við tjöldin í Hollywood og eitthvað, þú veist, finnst þetta alltaf eitthvað háfleitt eða eitthvað. Já, eða bara þau vissi ekki að þetta yrði svona mynd. Ég vissi það ekki sjálfur, ég sá bara Vaffa-coverið, ég vissi ekki að þetta yrði bara, þú veist, leikarnir að leika sjálfa sig. Já, einmitt. Þetta er svona svipað á Halloween 3.
Já, sem var algjörlega ólík hinum. Já, og að fá mikið cult status núna. Þetta mér fannst það ekki slæm mynd. Mér finnst það æðisleg. Ég held að þetta hafi verið svona svipað með New Nightmare, að fólk átti vona á bara nýri Freddy-mynd, en vissi ekki að það svona metarillingur. Og fólk, þú talar Pétur, hún kom aðeins undan sinni tíð einhvern veginn, að því að manni finnst eins og hún sé að fá aðeins meiri virðingu í dag og svona síðust árum, að þetta alls ekki slæm mynd. Og mjög ofalega finnst mér einmitt yfir allar þessar Nightmare myndir. Ég myndi segja hún sé í fjórðarsæti hjá mér, sko. Já, hún alveg í efstu 3 hjá mér, af þessum Nightmare myndum. Sammála. Og hún kemur 94, svo ætlaði mér til slæðinni gegn hann að 2 mánuðum seinna með Scream. En Freddy það ekkert að frétta. Nei, það má kannski bæta í við að það var eins og með Friday the 13th og Scream og fleiri svona horror-seríur að þá komu sjónvarpsþættir. Já, verður maður nefnir það eins. Ég hef ekkert séð það og ég veit bara að það kemur einhver svona smá baksa þar, þeir eru eitthvað að sína hvað, þegar fóröldina voru að brenna og eitthvað svona, sko. Þeir sína réttarhöldinni, ég hef séð þáttinn. Þú hefur séð þetta, ok. Heitir þetta ekki Freddy's Nightmares? Jú. Ég bjó í Portland, Oregon og það var vídeólega þarna, þar sem þú gast leikt Waffa OS-tæki og þeir áttu Freddy's Nightmare á Waffa OS. Það var eiginlega hálf ónýtt samt, sko, ég reyndi að horfa á hana, en ég sá sem fyrsta þáttinn. Þetta voru ekki góður þættir. Nei, þetta var algjört drasl. Fyrsti þátturinn var skemmtilega því að þá þeir að sína réttarhöldina þar sem að Freddy kemst upp með mál. Já, einmitt. Út af því að lögreglan, ég veit ekki hvað maður kalla þetta á íslensku, gleymd að lesa fyrir hann þetta Miranda rights. Rights to remain silent. Ég veit ekki hvað þetta heitur íslensku. Já. Það bara framkvæmdin klikkaði og handtökur. Er það sagt á Íslandi? Það öruglega ekki. Segir löggan eitthvað svona? Þú er rétt á því að þegja og bla bla, ég held nú ekki. Ég held ekki. En í Bandaríkjunum bara, þú getur komist upp með morð ef að lögreglan gleymir að... Já, það var eitthvað svona technicality dæmi. Já. Og já, það er svona fyrsti þátturinn og svo er restinn frekar. Kjaftaði. En manstu hvað gerðu þið 10 þætti? Þeir gerðu alveg 2 seríur. Voru það 2 seríur? Freddy's Nightmares, ég nefndi aldrei að horfa á þetta, en hann var í þessu Englund. Já, og já, bara frá 88 til 1990. Þetta voru ekki góða þetta, en ég náði svona að horfa á fyrstu. Og... En þau gerir 44 þætti? Já, þeir alltaf það tengjast þessu, það annað eins og Friday the 13th þættin sem komu. Þeir tengdist ekki Jason, það var bara eitthvað svona... Anthology. Já, akkurat. Já, vá, Jesus maður. En ég hef ekki hort að neitt þessi, ég hef ekki heldur hort á hana Scream-seríuna, það voru nokkra Scream-seríur sem komu, sko. Mér fannst þeir eitthvað ágættir. Já, fyrsta þáttin. Já. Mér finnst myndin að gegja, sko, ég er mjög mikið Scream-átandi, en mér finnst eins og það, já, ég bara gaf þess þáttum séns, sko. Já, Scream-þættinu, þetta var bara svona skemmtilega svona who done it, en þú veist, ef þú fer að bera þig saman við bíómyndirnar, þá ertu ekki að vera skemmtilegar. Nei, það eru pottet Scream-serían tölvöld betur en Freddy's Nightmares. Já, algjörlega. Já, maður getur aldrei trúið því. Ef ég skildar rétt, þetta átt að vera einhver svona anthology þættir, þar sem að Freddy er svolítið eins og Crypt Keeperinn. Já, einmitt. Já, ég Tales of the Crypt. En Tales of the Crypt þættinu voru allan að fannst mér skemmtilegir. En mikið af þeim. Já, skemmtilegt koncept svona. Og þeir gerðu líka eina mínum upp á hryllingsmyndum, 90s. Demon Knight. Já, hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Það er þá 90s serísmynd sem var góð, sko. Já, en hún er til þess, ég var eftir að double-checka, ég myndi hvort á 94-95, hún 95. Já. Þannig að þú talið fyrirlutin var slapp. Svo kom hann að Bordello og Blood og... Já, ég sé hana líka, en hún var ekki næst í, sko. En hún er allavega skemmtileg. Nei, Pétur tekur ekkert um það. Það er sem ég uppgötaði nýtlega, Peter Jackson myndin, The Frighteners, Michael J. Fox, átt að vera Tales of the Crypt. Já, hún er góð maður. En ég sko Demon Knight kom með rosa óvart, þannig að ég vissi eiginlega ekkert hvað ég var að horfa á og sá hana fyrir nokkrum árum, en kom með rosa skemmtilega óvart, sko. Hún er frábær. Bara vel góri, frábæri leikari í henni. Skemmtilegt svona setup og ég er almennt ekkert mjög hrifinn af svona supernatural horror, sko, en þarna fannst bara mjög skemmtilegt, sko. Það geggjum djöflanar og flottir, Billy Zane í því líku stöðu. Já, hann var... Er það ekki hrifinn hann, Jökull? Ég elska ok. Því mér finnst hún ógeðslega skemmtileg, sko. Ok, höldum aðeins áfram. Freddy leikur þessu, drasl þáttum hann það, New Nightmare 94, svo gerist ekki neitt, í svona langan tíma. Næstu áratug, þangað til loksins 2003, þá fáum við Freddy vs. Jason.
mynd sem var búin að lengi í bígerð, búin að fara ekki ennum alls konar handritshöfunda og þetta voru ekki að ná að negla þetta einhvern veginn. Við vísum kannski svolítið í Friday the 13th þáttum bara með já, það. Við fórum yfir alla tilur að söguna það, sko. Við erum ekki að fara eitthvað djúpt í hana, því við coverum hana vel í Friday þættunum okkar. Allt í allt fannst mér nú bara ágætt. Sko, ég ætla að segja þetta líka. Fyrst ég búin að endur horfa á Nightmyndinar. Já. Mér finnst hún töluvert skemmtleri en mikill meðlutið af þessum Nightmyndum. Alveg sama hvað fólki finnst gæðin og þeirri mynd og ýmsar ákvarðanir teknar sem er kannski skrýtnar. Ég skal horfa á Freddy vs. Jason 10 sinnum. Fyrir ekki hann aftur Dream Child eða Dream Master eða 7. myndina. Og hún auðvitað líka, Freddy vs. Jason, eins og sé sko Nightmare on Elm Street, númer þá bara 8, sem að Jason þvælist inn í. Já. Meiri Nightmare mynd. Já. Meiri en, já. Jökull, þú ætlaði að segja eitthvað, þegar ég var að segja ég ætlaði að frekar að horfa á Freddy vs. Jason 10 sinnum. Ég held að ég hef bara verið að vera sammálaðir, sko. Er það ekki? Mér finnst hún... Upp á skemmtanagildi, afþreyingu. Já, mér finnst þú bara góð. Þetta er bara svona skemmtileg svona popcorn mynd, þú veist, Mér finnst þú eiginlega bara eins vel heppnur hefði ekkert orðið. Já. Í rauninni. Konseptið. Já. Hún kannski eldist ekkert brjálagslega vel, hvað var tæknibrellur og svona. Hún er líka rosalega svona early 2000s mynd. Mjög. Og það er orðnotað í myndinni sem er kannski ekkert sérstaklega PC í dag og svona. Nei, herðu, hann var að tala um það. Handritshöfundurinn. Já. Þetta var ekki handritið þeirra. Nei. Nú, ok. Þeir bætti því við, sko. Hann notar orðið, þori ég að segja það? Þið veitir hvað ég er að tala um. F. Já. Svona niðrandi orð samkynhneigð. Kelly Rowland segir þetta. Og það er líka, þegar hún segir þetta, ég heldum ekki nefnt þetta í fræðtæknum, en þegar hún segir þetta. Já, það verður ekki að grína peysuna. Já, alveg rétt. Hann er svona labbaðið og eitthvað. Þetta er rosalega... Kemur bara upp úr þurru. Já, þetta er rosalega svona jarring, ég veit ekki hvað er besta íslenska, þetta er svona, tekum við svolítið úr myndinni. Það er eitthvað sérstætt að vera handritshöfundur, að skrifa handrit, fara svo upp í, sjá bara svona serið þú skrifar ekkert, svo bara stendur nafnið þitt við þetta. Já, það er brúkslega algengt. Já. Og sumir hafa líka bara helst bara afneita, bara, ég titlar hana, en þið tóku bara líka neitt úr sem ég skrifaði. Einmitt, eins og margir leikstjórar hafa þetta gert líka þegar framleiðendur hafa klippt myndina þeirra, þú veist, allt öðru sem þeir vildu og eitthvað svona, sko. Og það fræktaði með þessu David Fincher með Alien 3, hann bara hata þessa mynd og... Já, en allavega Freddy vs. Jason, eitthvað versta CGI sem ég hef séð. Þú veist, þegar hann tekur nefið á Kelly Rowland, það er hræðilegur. Og þú veist, og þeir vildu meina að þetta ætti að vera betra en practical effect, þú veist, og svona... Já, ég sammála því og ég hefði auðvitað viljað fá meira praktikal að því serían og seríurnar báðar Friday og Nightmare eru þekkta fyrir það. Já, þetta var bara þetta tímabil 2003 Þú voru að uppgöta þetta CGI það sem þeir bara voru bara, já, við þurfum aldrei að byggja sett aftur, við getum bara gert í tölvu, þetta bara, fólk mun ekkert sjá munin og við gerum það svo saman. Já, og þetta fessið töðar mér og þegar maður horfir á þessar gömlu myndur og það er líka svo stórast að vera 80s áratugnir svo skemmtilega fyrir horror af því að þeir voru komni með svona eins og bara The Thing og maður er bara vá, enn þann dag í dag og þetta er actually þetta er on camera þetta er on camera og það er það sem ég þoli ekki við Freddy vs. Jason eru bara sammála því þú veist þegar hann er ormurinn hann að reykja gras og svona og fer upp í hann það er þegar hann er að henda hann að Jason í draumnu allt þetta sko en svo er einhverju svona þú veist þessu atriði þegar Jason mætir á akurinn sko það er svolítið þú nefndi við sundleginni nr. 2 sko nefnir geggjuð sena hann er bara að haka menn sundur saman og það er allt praktikal sko það er að segja maður sé gerðublóð maður sé það að spýtast og maður finnur muni sko ég veit að þú nú tala um þetta oft í þáttunum en að sko bara munurinn á því að sjá skotsár með svona squid frekar en sko blóðpókar sem springa þetta er svona miklu flottar miklu með skemmtilega áferð sko ég skil alveg af hverju CGI er notað þetta er alltaf bara tíma og peningasparnaður ég skil það og þú stjórnar því og allt þetta að gera alla myndir af CGI, þú veist, það verður að vera eitthvað smá bland í póka í. Mér finnst líka, ræðum stuttlega þetta CGI versus svona practical effects, af því mér finnst þegar þú ert með hryllingsmyndir mér finnst þetta næstu bara bannað.
Ég alveg til í Lord of the Rings, Star Wars, tölubröllur bara eins og þið viljið, skiljið, næstu því. Eða eitthvað Marvel-mynd, þessi Spider-Man þarf að webswinga hérna, ok, tölugert. En þú veist með hrylling, mér finnst þetta verður að vera eitthvað áþreifanlegt. Já, það það sem ég meina með blandi póka, að vera með, þú veist, að vera með praktikal og kannski nota CGI til að láta að lúkka eins betur, þú veist. Já, það auðvitað hægt. En þá getur enda á The Thing prequelinu. Já, það sem að, þú veist, og þá erum við með leikstjóð, það líka sem ég pínu hrættu við, það er komin til dæmis ný Alien-mynd eftir Fede Alvarez, sem gerir alltaf Evil Dead 2013 og flottu leikstjóð, ég nokkuð spenntur að sjá hans Alien-mynd. Já, algjörlega. Og ég var að lesa bara stuttu viðtalina leikonunum og það verður að tala svo mjög praktikal. Já, Evil Dead endurgjöfin var alveg geggjuð. Alveg praktikal, alveg bara endalaust. Ég vil fá meira því, en það sem ég hrættur eins og með The Thing, prequelið í rauninni. Það sem að leikstjórin ræður til sín alveg gæja til þess að gera fullt af praktikal. Svo ekki bara stúdíuðin, nei, þetta er ekki náttúrulega gott. CGI-ið yfir þetta. Það er sem gerðist með The Thing prequelið. Ok, ég vissi það ekki, það svakar. Og það hræði mig. Að þetta er ekkert endilega leikstjórinn sem vil ekki gera þetta. Nei. Það getur komið eitthvað stúdíógaur og bara Ediljótt, CGI og það eldist eiginlega alltaf verð. Ég vil freka fá The Thing sem er frá 82 Klálega. Heldur en eitthvað svona CGI nútíma Já, maður, þú veist, þetta er náttúrulega þegar þessar örfá myndir sem notar svona practical effects koma, þetta er alltaf myndir sem að sko slá í gegn hjá kvikmynda áhugamönnum, við elskum þetta, að fá að sjá alvöru svona effekta. Og þú veist, og meiri segja líka bara eins og þú veist, þegar Mad Max Fury Road kom og svona, það sem maður finnur það að vera að gera einhver áhættuatriði í alvörunni, þetta er miklu, þess að maður situr framar í sætinu, þetta er miklu... Top Gun Maverick. Já, nákvæmlega. Farið þotur. Einmitt. Þetta var geggjað. Þetta er allt öðru sér áferð. Já, og það er líka, sko, bara þegar ég les viðtölu við þessa kvikmyndagerðamenn, þú veist, þeir vilja frekar gera praktikal og þetta er aðalega bara budget, sko. Það er yfirleitt bara það, sko. Það er miklu dýrara að byggja eitthvað svona að dæmi. Já. Og stundum tekst alveg vel. Mér finnst þess að sko, John Wick myndin en dæmis, það var alveg tekist svolítið vel. Já, tekist vel að nota svona CGI blóð og ofbeldi, sko. Þeir hafa, en maður finnur samt alveg smá fyrir því, sko, en það er samt, þar tókst það vel. Já. Þannig að það er alveg hægt, en ég held einmitt þess að þú var að segja blandi póka sér svolítið máli, sko. Mér finnst líka, að þú nefndir John Wick, ég ætla að tala um það líka. Þeir segja það er engin byssublossi, svona muscle flash, það er engin á setti. Nei. Og það er aldrei squibs, það er aldrei gerð, þetta er allt tölvugert. Já. Auðvitað ég sem kvikmyndahamar, ég verði til að sjá bara eitthvað John Woo, bara eitthvað bara blóðpokar og eitthvað. Sammála. Ég skil einmitt pælingunum þar. Það er eitthvað continuity, það er auðvitað einmitt bara, náðum ykkur skoti, allt í góðu, tökum aftur, þú ert ekki búin að eyðileggja fötin, búningin, ég skil það. Auðvitað. Eða bara eitthvað svona hættu með að vera með púðuskot og eitthvað bla bla, ég skil það. Ég leyfi því að slæta miklu frekar í öðruvísi típum af myndum, heldur þetta. Já. Þú ert að hræða mig. Já. Í John Wick þá ertu líka með kannski rosalega flott koreogröfuð hasaratriði, þar skiptir klippingur rosalega miklu máli, hvað er staðsetta myndavélina, en í hrylling, þú verður að selja með það að þetta sé til. Alveg sem hvað það er. Já. Þannig fyrir mig persónulega, ég hugsa þessu sammála, hjartanlega. Þetta er hryllingur. Ég vil fá þetta, gefið mig veru. Já. Sem verið að taka upp. Og það er 100%, ég er 100% sammála og þegar ég segi, þú veist, að gera blandi póka, þetta er meira, þú veist, ég er meira bara að tala um lausn. Lágmark. Bara svona lágmark, bara, þú veist, ef þið ætlið að gera þetta, þú veist. Já. Af því að ég er alveg sammála, ég vil alltaf bara sjá að þetta hafi verið bara á staðnum. Og ég vil frekar nota tölubrellu til þess að fela. Já. Og ég vil... Hluti, fela víra eða eitthvað, skilur við. Og ég fyrirgef, sko, léleg practical effect heldur en léleg tölvueffekt. 100% sammála þar. Algjörlega. Þú veist, ég vil frekar fucking hákallin í Jaws. Já. Heldur en eitthvað CGI, eitthvað, bara, mér finnst það bara ekki cool. Og líka, ef þú ert með practical, þú ert náttúrulega svolítið að neyða kvikmyndagerðarmennina, hvort það er leikstjórinn sem þarf að hugsa út úr bóksið, eða förðunarmeistarana, komið lausnir. Já. Hvernig ætlar að gera þetta? Í staðan fyrir, þetta er bara töluteiknað í post. Og við munum alltaf sjá það svolítið í endurgerðinni. Já. Það er það sem
ef við viljum þegar fara... Förum yfir í endurgerðina núna. Hún 2010, það næsta mynd, hann hvíla hann í 7 ár, Platinum Dunes. Sem við gerðu Friday the 13th endurgerðina og Texas Chainsaw endurgerðina og The Hits hér 2006 endurgerðina. Ég var mjög spenntur fyrir þessa mynd. Á sínu tíma? Á sínu tíma. Ég var það ekki. Ég var bara, þú veist, 2010 þá var ég svona 20 eða 21 eða eitthvað. Ég var bara svo mikil Freddy aðdáandi. Ég var bara búinn að ákveða að ég myndi hata þessa mynd. Og ég gerði það. Ég er sammála því, sko, ég er sammála niðurstöðunni. En ég hugsaði bara, mér fannst að þegar vel gert að fá Jackie Earle Haley til að leika Freddy. Ég hugsaði að þetta verið öðruvísi Freddy. Nýkominu Watchmen einmitt. Og ég hugsaði með mér, þú veist, þetta ekki að vera Robert Englund Freddy, en kannski það að gera eitthvað aðeins aðra átskýru og svo kemur þessi mynd og ég sá þetta ekki í bíó en ég man allt eftir mér var það sko hörmuleg og hún er líka drepleðileg ef maður tala það og maður getur séð svo margt sem að hefði verið að gera til þess að bjarga henni en mér er bara það sem að svona lýsin er best bara hvað hún er einhvern veginn svona, hún er svona þung og leiðileg. Hún er bara svo flöt og að því að við töluðum, að því að ég nefndi sko personar, að þær eru skemmtilegar, þær eru svona, þú þekkir þær í sundur. Í eldri myndum. Í eldri myndum. Þetta var bara eins og horfa á One Tree Hill eða O.C. þar sem allir eru bara eitthvað ógeðslega falli og alvarleg bara alltaf með varðan úti og með Freddy, þannig að Jackie Earle Haley sem Freddy er ekki vandamálið. Það eru leikararnir og bara hræðilegt. En svolítið hvernig hann höndlaði samt líka, sko. Þannig að það er bæði... Karakterin sjálfur? Já, þeir bæði alltaf sína hann bara í fyrsta atriðinu sem að kannski, ef ég hef verið að gera þessa mynd, þá hafði maður alltaf byggt upp svolítið, sko. Freddy er að koma aftur, það hefði kannski gerst, ekki alveg fyrir miðri mynd, en samt svona aðeins kannski eftir fyrsta þriðjungin eða eitthvað, sko. En svo líka, sko, að fara með þetta tvist, að láta okkur svona, þú veist, láta karakterinn spyrja spurninguna, gerði hann þetta ekki? Já, var hann kannski saklaus? Þetta er alveg svona skemmtileg pæling. Þetta er einhvers konar pæling? Já. En fyrir okkur sem að þekkjum þessa myndir, þetta er alltaf endurgerð. Þetta var aldrei eitthvað svona spurning, þess að maður viss alltaf hann er samt sem gerði þetta. Ef hann hefði verið saklaus í endurgerðinni, ég er ekki að segja að það hefði bjarga myndinni, hefðu þið virt það val? Viljum að Freddy Krueger, það hefur verið sving, það hefur verið sving, sko. En þú veist, viljum að Freddy Krueger sé saklaus? Þá kannski hefði þetta verið meira þannig eins og þú segir að maður myndi fara að halda með honum, sko. Þá var hann orðið svona sympatísku karakter, sko. Maðurinn sem var kannski bara eitthvað svona einfari eitthvað. Já. Sem var kannski bara, hann var bara góð upp að þetta, hann var ekki nýðingur, skilur við. Ég er svona, mér finnst svo sem ekki sérstaklega mikið að því að þeir fóru í áttina að það sem að Wes Craven vildi gera fyrst var að hann var barnaníkur en hann var bara svo perralegur alla myndina. Í endurgerðinni. Alla myndir, sko, þú veist, í gömlu þá er hann með, þú veist, það er smá svona innuendo í gangi. Þarna er hann allan tíma bara, ég man eftir þessum kjól og þú varst alltaf upp og allt. Það er ekkert svona subtlety. Nei, en svo er líka eins og maður hefur oft séð í þessu myndum að aða hlutverkið, það er að segja, skiptir miklu máli eins og með Nancy, sko. Þessi nýja Nancy, nú voru þetta alveg fín leikuna, hún hefur alveg fengið góða dóma og leikið þannig myndum, en hún er svo, flöt, þetta er svona flatur karakter. Sama með Kyle Gallner. Og svo döll einhvern veginn, sko. Sama með hinn gæjan, Kyle Gallner, hann hefur verið fullt af hryllingsmyndum. Hann er mjög skemmtilegur leikari, en ég held að bara þau hafa verið leikstýrt þannig, bara eins og segja, þú veist, The O.C. og One Tree Hill og allt það, þetta voru vinsalir þættir á þeim tíma. Og þetta átti bara að vera eitthvað svona CW Freddy Krueger. Og þau voru öll svo alvarlega, þetta er einhvern veginn svona, ég veit að þetta er hryllingsmynd, þið megið samt alveg segja brandara eða eitthvað. Þetta er líka, sko, byrja þetta saman við Texas Chainsaw, semst frá 2003, ef maður rétt, og svo... Hún var vel hefnið á mörguleiti, sko. Hún var mjög góð, sko. Ég myndi horfa hana milljónsunum. Já. Eða eins og við tölum síðast, ég var persónulega mjög hrifinn af endurgerðinni á Friday. Mér finnst bara virkilega vel hefnuð. Mér finnst það bara gigantísku mun. Klálega. Af því það er bara ár á milli. Friday
remake-ið, rebootið Já. og svo Nightmare. Og hún var Hvað klikka? alltaf kannski voru þeir líka að færast mikið fanga, vera að gera þessa stóra endingjara með svona litlum tíma, sko. Já. En þessi mynd var alveg með svolítið stóran budget með svona hryllingsmyndir. Hún með, sko, á þessum tíma $50 milljónir, sko. Nightmare endingjörinn? Já. Á meðan að þess Friday endingjara með, sko, $19 milljónir. Ég horfði á endurgerðina bara fyrir 2 dögum. Þessast Nightmare? Já, Nightmare. Og þetta í annað skiptið bara á æfinni sem ég hef séð hana. Sama hjá mér. Ég get ekki hort á hann aftur. Ég bara á hann einu sinni og ég á hann á Blu-ray og ég hugsaði að ég keypti frá set sem var hana Friday endurgerðin og hún endurgerðin og svo Freddy vs. Jason saman í setti, sko. Ég hugsaði, ég ætla að horfa á hann aftur fyrir ég hef aldrei hort á hann eftir ég keypti hana. En ég bara gæti ekki gert það. Gæti ekki fundið tíma til þess að verja 2 tímum í það. Ég var svo tilbúinn að gefa henni annan séns. Það var bara, sko... Ég líka. Af því að ég fór á hana í bíó og þetta var bara, ég var bara ákveða strax að ég myndi ekki fíla hana. Þú varst reiður. Já, og núna í dag sem fullorðinn maður, þú veist, þá ég alveg opinn fyrir endurgerðin, þú veist. Já. Og þannig ég var svona tilbúinn að gefa þessu annan séns. En já, það bara, og það ekkert, sko, hann var barnafæri í þessari, frekar en, að því að það svo opnar aftur umræðina. Það eitthvað skárra að vera barnamorðingi frekar en barnafæri? Þannig að þú veist, það truflaði mig ekki. Það bara truflaði mig hvað hún var leiðileg. Hvað leikarnir voru flöt og bara svona, og... Svo orkulítil mynd. Já, og allar senurnar þar sem þessi endurgerðu úr fyrstu myndinni. Þú veist, eins og þegar hann kemur út veggnum, eða þegar endurgerða hana tínumorðið. Lítur svo illa út, þú veist, miðað við orginalið. Og svo reynaði líka að toppa, eins og með tínumorðið. Já. Í staðan fyrir hún svona drein upp einhvern veginn vegginn og upp í lofti. Þá það svona hent til og frá í Jesus, reyna að toppa þetta, þetta bara hallarslegt. Og þegar það kemur út af veggnum, þetta svo ógeðslega lélegt. Meira svo sko, 2010, þá var þetta svona aðeins farið að skána. Já, bara upp á gæðin í... Já, þetta leit svo illa og miðað við bara, þið voru bara, hvað, var þetta ekki bara svona latex veggur eitthvað svona? Jú, í gamlu, já, einfalt og ógeðslega cool í gamlu myndinni. Þeir hefði alveg getað gert þetta, þú veist. Það í staðan fyrir það var þetta tölvugjart og hann kemur svona lengur út af veggnum. Eða ekki gera svona nákvæma endurgerð. Þeir eru bara meira með svona, svolítið eins og kannski Friday endurgerð, svona taka greatest hit, svona vitna í eitthvað svona. Já, en samt gera svona þitt eigið. Já, þú ert með eitthvað svona sem er svo iconic og eitthvað sem allir þekkja og svona, það er svo erfitt að fara að gera það aftur, veist, það verður aldrei eins gott, sko. Það var bara svona mjög greinilegt að þetta var gert af fólki sem bara höfðu kannski ekkert sérstaklega mikinn áhuga á Nightmare on Elm Street, bara yfir höfuð, og ég fór að kafa þess dýpra inn í þetta. Wes Craven bara hatar þessa mynd og bara það var sko samningur sem hann gerði þegar hann gerði fyrstu myndina var að hann myndi ekki fá að hann þurfti að afsala sín réttindi á framhöldunum. Já, á sín tíma, já, hann þurfti að gera það. Og hann gerir það, og það ennþá bara þannig. Þannig að Platinum Dunes reyndu að prómóta hana sem bara framhald, svo hann myndi ekki fá borga fyrir hana. Og svo þetta bara endur gera fyrstu myndinni. Og var hann að koma svona einhvern veginn hjá því þá. Mér fannst það svo... skýtt. Það skýrt, að þetta bara endurgera fyrstu mynd. Já, og þeir eru að endurgera senur sem eru bara alveg bara iconic úr fyrstu myndinni. Hanskinn úr baðinu og eitthvað svona. Og það bara lítur verð út í nýju. Það lítur verð út. Og hún er svo ógeðslega leiðileg þessi mynd. Ég veit það er málið. Og annað sem gerði mig alveg geðveikan, sem er kannski ógeðslega heimskulegt, svona smáatriði. Ég sem sagt, myndin á að gerast í Springwood, Ohio. Já. Ég að horfa á hana, allt við hana gerist í Portland, Oregon. Ég bjóð það sko í 2 ár. Þeir eru inn í Paul's Bookstore. Svo hún var skotið þar. Já, hún var klálega skotið þar. Hann inn í Paul's Bookstore sem bara svona exclusively Portland, Oregon og ég að sjá götun upp sem, og bara svona, þetta var bara... Bögga þér alltaf þetta böggaði mig geðveikt af því að ég bjóð hana í 2 ár og þetta á að vera Springwood, Ohio. Þið voru ekki svona að reyna að fela það, sko. Hvernig finnst ykkur lúkkið á Freddy í þessari mynd? Sko, mér finnst það alveg ágætt. Það svona, þetta er auðvitað ekki, þetta er nýr Freddy. Það að horfa á þannig. Ef þetta hefði verið góð mynd, þá hefði ég verið mjög sáttur með Freddy karakterinn og lookið og svona, sko. Já, því að hann lítur út eins og bara... Alvöru brunafórnarlamb. Alvöru brunafórnarlamb. Og það var svona það sem þið vildu gera með fyrstu myndina. Og það bara... Þið bara gátu ekki púla það, þú veist, en
hann lúkkar þannig, þannig að jú, þú veist, ég virði svolítið að þeir reynda að gera svona öðruvísi take með hann, gera hann bara meira að, bara svona villan, bara að þú heldur ekki með þessum gæja, þú veist, þetta bara barnapæri. Já, og er bara svolítið svona ógeðslegur, sko, og hann gerir þetta rosa vel, Jackie Earle Haley finnst mér, sko, hann leikur hann karakter vel, sko. Flott röddin, ég fylgja röddina með en hann bara notar svo illa og svo er þetta bara svo léleg mynd. En það er eitt sem að, ég man ekki hvort það hafi verið á eitthvað svona YouTube-vídeó eitthvað sem ég sagði hvort ég var að lesa þetta, sem ég varst mjög áhuga punktur. Ég var að gerfið á honum í endurgerðinni. Ég fílaði hann ekki, sko. Konceptið eitthvað svona alvöru bruna, eitthvað fórnunab, eitthvað, ok, allt í góðu. Það er eitt sem hann nefndi sem ég varst mjög áhugavert. Jackie Earle Haley er mér rosalega áhugavert og skemmtilegt andlit. En þeir fela það algjörlega með þessu gerfi. Ég hefði frekar, ef ég hefði verið förður af meistarinn, ég hefði frekar reynt að magna upp einhvers konar, skiljið hvað þið? Og þetta kemur um frá þessum, ég man ekki alveg hvað ég lasta, mér finnst það svo áhugaverður punktur. Ef þeir hefði gert það, af því að Jackie Earle Haley með svo skemmtilegt, hann með svo áhugavert andlit. Þetta hefur verið meiri karakter þá, sko. Meiri karakter og meira kannski einkennandi, eins og mér finnst oft Robert Englund svolítið skín í gegn oft. Sem Freddy, það er alveg rétt að gera það með Jackie Earle Haley, en í staðinn þá er sett eitthvað make-up og þá finnst mér pínus að það er hver sem ekki að leikja. Já, svolítið. Jú, ég er sammála það, sko. Eins og ég segi, sko, ég er svona, bara hvernig hann leik þetta frábært, og ég skil pælinguna bak við að gera. Ég skil það líka. Þetta er svona meira það, ég er ekki beint að hrósa þessu, þetta er bara meira, ég skil af hverju þeir fóru. En mér fannst að þetta er svona óþægilegt lúk, skilur. Þetta er svona, þú veist, og mér finnst það tekst vel til að þýleit, þegar hann kemur, maður hugsa svona, ég vil ekkert vera hjá svona gaur. Þannig að ég er sammála að hitta eitthvað sem verið skemmtilegra, sko, en mér finnst, þetta er ekki að sé þessi vandamál myndarnar. Þetta er ekki vandamál myndarnar. Nei, alls ekki, það er bara aðal persóna, sko, eins og þú segir með Nancy, hún er svo frábær leikona, ég las að hún hættir að leika út af þessari mynd. Já, Rooney Mara, af því hún vildi vera bara alveg leikona og þetta var bara hún ætlaði bara að hætta að leika og svakalegt. Og já, þetta er bara, ég er ekki að kenna leikurum eins og ég segi, þú veist, ég fíla hana, ég fíla Kyle Gallner, bæði frábæri leikarar, en já, þetta er bara allt svo flatt og svo leiðilegt og svo sér maður líka bara eins og með Rooney Mara, af því hún leikur þetta þessari 2010. 2011 þá kemur Girl with the Dragon Tattoo. Mynd sem finnst ég gerir. Ég sá hana ekkert bara fyrir ég gerði svona finnst ég þátt. Að ég var búin að afskrifa þessa mynd. Hafið þið séð hana? Ég hef ekki séð hana. Ég hef bara séð sænsku uppræðinu, sko. Ég hef heyrt sko hlutum hana, sko. Ég nefnilega sá sænsku, meðan þú mjög góð og Númi leikur náttúrulega Lisbeth Salander í þeim myndum og ég hugsaði bara með það, hvað finnst ég að gera eitthvað endingar? Ég er ekkert sjálf að drast. Svo horfði ég á hana fyrir finnst ég þátti og þetta er bara drullu góð mynd. Og Rooney er ógeðslega góð í henni. Þannig að það er ára á milli, en þá fær maður að sjá, já, býtu, þetta er ógeðslega góð leikona. Hún leik bara í drastlmynd. Þetta er bara lélegu leikstjóri. Þetta hlýtur bara lélegu leikstjóri. Og það vantar allt fyrir. Þetta var bara einhver búin að gera eitthvað tónlistamömbund. Já, og einhvern veginn svona litaþeman er bara engin, þú veist, það er svona, það er bara, hún er allt rosalega, já. Já, það vantaði líka allt þetta sem við vorum að hrósa í gömlumyndunum, sem er þessi svona frumlegheit. Já, einmitt. Svona ímyndunarafl og hugmyndaflug, einmitt. Já, það var bara, já, það er, þannig að ég bara stendu við mína upprunalega gagnrýni, endurgerðin er drasl. Sammála. Ég reyndi að gefa henni séns, en ég bara... Ég horfði aftur á hana fyrir þetta podcast og mér fannst þú bara drefleðileg, sko. Ég sá hana bara sín tíma á DFT, fór ekki hann í bíó að ég bara ákvað að þetta er í drasl. Fannst þú hundleðileg þá og svolítið svona kaldaninslegt. Ég var eiginlega að sopna yfir henni þannig í því samna fyrst. Ég held mig vakandi núna og fannst þú bara leðileg, menn aldrei aftur á æfuminu að horfa á þessu mynd. En hvað haldið þið núna? Þetta er 2010, það var ekki komin eitthvað meira. Með Freddy. Lengsta bilið. Þeir eru utan eitt cameo í þáttunum The Goldbergs. Já, heyrðu, og reyndar líka annað. Já, ég sá það einmitt, ég horfði þannig sérstaklega út af því, en það er líka annað, sem er nú, maður getur sagt að vera einn besta Nightmare-myndin. Hann kom í South Park líka. Það var South Park þáttunum þegar þeir eru að gera grína Inception. Dream Within a Dream og svona, og það endar að svolítið hann eins og með þessa pælingu sem Pete Jackson með. Þeir sækja hann svona gamlan og fá hann til að koma og
bjarga sér, sko, þú veist, og hann svona, þú veist, svona, I'm too old for this, eitthvað svona, skilur og fá hann til þess að, sko, bjarga draumnum, sko. Þetta ógeðslega skemmtileg þáttir. Inception þáttin, ég man ekki hvað hann heitir á augnablikinu, en... Og ég tala englus fyrir hann? Ég held reyndar ekki, nei. Ég held þetta sé enda bara þeir, sko, já. En þetta samt Freddy Krueger, sko, og næstin að bjarga deginum. En hvað haldið þið? Þetta bara búið? Á þetta að vera búið? Sko, þetta náttúrulega búið því leiti að England kemur aldrei aftur sem Freddy Krueger í bíómynd, sko. Það að vera áttræður, sko. Ég segi það er bara ekki... Nú, já, þá þurfa að fara eitthvað svona Irishman dæmi. Var það hann sem sagði þetta í einhverju viðtali að hann myndi geta ímyndað sér Kevin Bacon taka þetta hlutverk. En svo sem er Bacon, minn, hann ekki alveg orðin... Jú, hann er 60 eitthvað. Já, sko... Hvað viljið þið? Myndið þið vilja fá aðra? Ég myndi bara... Ég myndi bara vilja segja bara að þetta er bara komið gott, en ef þeir gera aðra Freddy mín, þá ég að fara að sjá hann í bíó, það bara... Já, ég meina, ég held þetta er bara með þetta eins og margt annað, það er alveg hægt að koma með eitthvað skemmtilegt með þetta, skilur við. Já, þetta er eins og með Star Wars myndina, sko, þú veist, alveg sama hvað fólk segir hérna framhöldin eða prequelsin, þú veist, mér finnst það allt skemmtilegt og ég er bara alltaf til í Star Wars, þú veist, alveg sama hvað þetta er bara sama með þessar myndir eða Jason myndina, þú veist, ef það kemur ný, ég er að fara að sjá hana. Ég meni, sko, sérstaklega ef hún er eitthvað svona spennandi, það myndi fá eitthvað skemmtilegan leikstjóra. Cool leikstjóra, sem var með eitthvað gott teik. Já, ég meina, það er alveg þannig leikstjóra til, skilur, þú myndir að geta fengið einhverja, ég meina, þú veist, við erum búin að sjá þetta með velhefnar Evil Dead myndir. Þú veist, bara Evil Dead Rise. Það var bara, algjörlega. Þú veist, það myndi fá eitthvað svona leikstjóra til að prófa að koma með Nightmare-mynd. Bara fá einhvern leikstjóra sem að elskar orginalinn og vill gera eitthvað nýtt með þetta. Mér finnst líka, að þú tala um Evil Dead Rise, ég á mér hrifin af, bera saman bara orkulevelið í þeirri mynd versus Nightmare endingin. Þetta er svart og hvítt. Já. Með þess líka hana Scream 6, nýjasta Scream-myndir, New York-myndir, sko, með það mjög skemmtileg, sko, mjög skemmtileg. Þannig að, þú veist, það er alveg til fólk sem gæti tekið eitthvað svona konsept og gert eitthvað með það. Það gæti alveg verið skemmtilegt, sko. Það var bara greinilegt að þessi 2010 var bara svona money grab, þú veist, það var bara, ok, Friday the 13 gekk vel, ok, það var náttúrulega bara augljóslega næsta skref að taka Freddy, þú veist. Að ég fór bara að hugsa með mér, það er komið núna sería Camp Crystal Lake. Já. Held ég eftir Brian Fuller. Já. Held ég að tala um þetta í síðast ætti sem við gerum. Og ok. Ég til í það. Kannski það er eitthvað cool, hver veit. En bara eins með Freddy á ættan að koma aftur, eigum að láta þetta bara vera búið, eiga ekki bara koma eitthvað nýtt. Mér finnst hann ætti ekki að koma aftur, en eins og ég segi, þetta er bara ruslfóður, þú veist bara... Já. Þú veist, ég er alltaf til í þetta, en ég myndi segja, þú veist, að mun enginn geta toppað Robert Englund, sem... Nei, og mér finnst þetta mikið að ef það kemur eitthvað nýtt, það verður að fara í eitthvað aðra átt. Þú getur ekki komið með þriðju endurgerðina, eða fara að gera eitthvað svoleiðis, sko. Gera bara framhald og kannski, þú veist, gera einhver aðra persóna að þetta Krueger. En haldið þessi hægt að gera, eins og ég talaði þessum áðan, núna er Freddy orðinn svo mikil karakter, eða svona, hann er bara íkon. Er þetta að gera hann skeri í dag? Það þekkja hann allir, við erum búin að sjá hann. Milljamyndu, við erum búin að sjá að gera sig að fíbli. Er þetta að gera eitthvað... Ég held nefnilega ekki, sko. En sko... Já, sorry. Ef ég ætti til að tala um hérna Evil Dead myndinar, það er aðra svona myndir sem ég bara elska. Sammála. Ég hef aldrei verið hrifinn af Army of Darkness. Mér hefur alltaf fundist hún hallast aðeins svo mikið í gríninu. Og svo gerðu þeir hérna Ash vs. Evil Dead. Það var rosalega gott balans milli svona hryllings og grín og ég held að ég gæti alveg gert það þrátt fyrir að Freddy var, eins og ég sagði á hann, var bara orðinn eins og Kalli Kanina, þú veist, í lokin. Já, en þá kannski myndum að segja á móti að því að Ash úr Evil Dead, hann er ekki vondi kallinn. Hann á ekki að vera skeri, hann sjálf. Nei, en ég ætla að segja bara að þú sagði þetta, sko, getur hann orðið skeri aftur, sko. Þú veist, eftir Batman og Robin, ég held enginn að Batman geti aftur orðið cool, sko. Þú veist, það er alveg hægt, sko. Mjög góða punktur. En þá getur það velt verið sér, hvort hann sé erfiðar að gera eitthvað cool aftur eða gera eitthvað skeri. Já, það er alveg pæling, sko, alveg pæling.
Það er spurning, ég veit ekki. Þetta er hann að... Við erum ekki með svörum við þessu. Nei, við erum ekki með... Við bara spyrjum spurningana. Af því ég held, af því með hrylling, ég er mikið pælt í þessu með hrylling, þá er alltaf eins og ég tala hið óþekkta er alltaf meira skeri. Já. Og núna er hann bara svo ógeðslega þekktur. Já. Og það er kannski hægt að segja sama Michael Myers eða Jason, en mér fannst þeir alltaf vera aðeins öðruvísi. Já, það er aðeins öðruvísi fílingur. Já, aðeins öðruvísi fílingur. Já, ég skal ekki segja það. Ég held að sé alveg hægt að gera þann skemmtilega mynd. Ég held það sé alveg hægt. En ég veit ekki hvort það sé hægt að gera mynd þar sem hann er líka því að við þekkjum þessar reglur svo vel, við vitum að það er hægt að koma honum í raunveruleikann. Það var að drepa hann. Já. Loka spurning, svo fyrir að slá bátinn í þetta. Hún er 40 ára, Nightmare on Elm Street, upprunlega 40 ára gömul og við erum að tala um hana. Haldið einhver verið að tala um þessa mynd eða þessa myndir eftir önnur 40 ára? Þegar hún er 80 ára? Ég held það, sko. Ég held það líka. Ég held að það eru svona myndir sem að hafa mótað kvikmyndasöguna. Þetta er klálega Nightmare on Elm Street, fyrsta myndin er eina af þeim. Já, það er rétt. Og ég held að þannig myndi mun alltaf, það var alltaf mjög undir þeim. Það er spurning hvort að sko, einmitt, jú, þetta er náttúrulega líka svona stekt sería. Þetta er náttúrulega eina af þessi fyrstu seríum, í hryllingsmyndum. Það er náttúrulega Friday the 13th, Halloween og þessi sem eru ekki svona þessar 3 stóru seríur, svo bæti Scream við og svo bæti Saw við og Conjuring Universe og eitthvað svona, sko. Ég held að þetta væri ennþá eitthvað nafn eftir 40 ára. Ég meina, fólk er ennþá að horfa á Bride of Frankenstein að við tölum um Universal Scream og svona, fólk er ennþá að horfa á þessar myndir og þær eru næst orðnar 100 ára gamlar. Ég ætlaði að þetta er mjög góð punktur, ég fór að hugsa um Nosferatu, núna er Robert Eggers að gera í rauninni remake af henni og það er mynd frá 1922. Já, geti jafnvel verið að það komi endurgerað af henni, bara eftir 40 ár, af Nightmare. Já, ég held bara með allar þessar myndir sem að eiga aðdáendahóp, þá held ég að það mun alltaf koma fleiri svona myndir. Það er bara einhvern kynnslóðnar haldi áfram. Já. Þeir gera það svolítið. Ég held það. Með allar þessar leikara eins og Robert Englund, hann mætir alltaf á ráðstefnur til að hitta fólk og nú eru aðdáendur sem eru orðin vaksin upp á grasi farin að koma þarna með börni sín, þú veist. En það er þá spurning hvort þau taki þessu næsta kynnslóð. Þá er þessi mynd orðin alveg 40 ára gömul, 40 plus. Er þetta ennþá cool, er þetta ennþá scary, er þetta hallarslegt? Þá er þetta talað fyrir mannesku, úling sem ekki sé sjá þetta í fyrsta skipti. Þú veist, maður spyr sig, ég vona það, ég held það. Mér finnst hún alveg það sterk, þetta er það sterkur karakter. Þessi mynd var sko 20 ára þegar ég sá hana fyrst, sem úlingur. Ég elskaði hana. Og í dag finnst mér hún eldast mjög vel. En þú veist, hver veit hvernig... Já, við veitum svo ekkert. Eftir 40 ár. Hvað verður þá? Nei. Við vonum það besta, strákar. Já, alveg klálega. Og það var ógeðslega gaman þegar ég verið áttræður. Já. Og ég var að fara í bíó á nýja Nightmare on Elm Street. Og vonandi verður hún góð. Strákar, þetta var ógeðslega gaman. Yes. Næst kannski komið í eitthvað sem er ekki tengt. Já. Ég er alltaf til í að koma í ykkur. Þú ert alltaf til í hrylling. Alltaf til í hrylling. Það sem mikið sé áttur að gera, ég á pottur á sambandi við ykkur aftur. Margar aðra hryllingsmyndaseríur og svona sem langar að tekla. Strákar, takk fyrir að koma. Takk sömuleiðis.